Jæja. Eru ekki allar komnar? Sólveig, hættu að tala, við erum að fara að byrja. Gunnhildur er komin, við getum byrjað. Til hamingju með daginn, kæru konur. Verið hjartanlega velkomnar, kæru konur, allstar af landinu. Ég heiti Fíta Abu-Libdi og er formaður FKA Suðurnes. Ég fæ þann heiður í dag að fá að setja ráðstefnuna og sem ég geri formlega velkomnar á landsbyggðu ráðstefna FKA og velkomnar til Suðurnesja. Við erum með frábæran dagskrá í dag, skipulagðan fyrir ykkur og langar að þakka ykkur kærlega fyrir komuna. Við finnum mikilvægi félagsins okkar og mikilvægi þess að konur hittast og efla tengslanetið í atvinnulífi hérna á Íslandi. Það er mjög mikilvægt fyrir okkur, sérstaklega hér á landsbyggðinni, að virkja konur og efla þátttöku þeirra í atvinnulífinu, gera þær sýnilegar og efla þeirra þátttöku á vinnumarkaði. Það á ekki síður við okkur hér á Suðurnesjum, þar sem mikið af okkur konum er af erlendum uppruna sem við þurfum að virkja til þátttöku í samfélagi okkar öllum til heilla. Nú erum við með frábæra fyrirlesara í dag, flottar og kröftugar konur, flestar koma af Suðurnesjum og við verðum líka með leynigest sem kemur eftir hlé. En við langar að kynna fyrir ykkur fundarstjórinn okkar hér í dag, hún Guðný Birnu. Við og Guðný stofnum FKA Suðurnes fyrir 2 árum og hún var fyrsti formaður FKA Suðurnesja. Hún er hjúkrunarfræðingur og vann lengst hjá HSS en í dag er fyrirtækjaeigandi og er stjórnmálakona og hún mun taka við sem forsæti bæjarstjórnar Reykjanesbær áramót. Gjörðu svo vel Guðni og aftur velkomnar og hlakka til að eyða deginum með ykkur. Kæra þakki Fíta mín og verið hjartanlega velkomna. Mikið gaman að sjá ykkur svona margar hérna. Það er svo mikilvægt að við séum hérna að virkja okkur og tengjast hvor annari og halda mátti kvenna á lofti. Nú, félagsaðaldi, fjárfestingarkostur, ég tók þetta af heimasíðu FKA þar sem kemur fram að við erum orðnar 1350 í þessu frábæra félagi, 24 ár starfandi og þetta er ekki sjálfgefið og við vitum það að þáttaka kvenna á vinnumarkaði er svolítið, að við sjáum bara í stjórnum fyrirtækja, forstjóra fyrirtækja, við eigum langt í land. Þannig að þetta er undirstaðan fyrir því að konur tengjast, kynnast og koma okkur sjálfum áfram með okkur sjálfum. Þannig að þess vegna er FKA svona gríðarlega mikilvægt. Nú hér sjáum við byrjunina á dagskránni okkar í dag. Við erum náttúrulega eðlilega komnar yfir tíma með fullan hóp af konum sem að fengu freyðing þegar mættu þannig að ég bjóst svo sem ekki við neinu öðru. En við ætlum að byrja á þessari frábæru konu, Fíta Abu-Libdi, sem er formaðurinn okkar, stofnandi og framkvæmdastýra Geosílica, ásamt svo mörgu öðru. Fíta, gjörðu svo vel. Kom inn. Takk fyrir. Bara þið viti, við verum svona, skiptast á, svo tekur hún við og eitthvað. Þetta er bara að segja þeim. Já, bara að segja aðeins að, hérna. Já. En ég heiti Fíta Abu-Libdi og fyrir ykkur sem þekkja mig ekki, örugglega rosalega fáar, en ég er fædd og alin upp í Palestínu, flutti til Íslands þegar ég var 16 ára gömul, fyrir 2 árum síðan. Takk svona, ekki svo langt síðan. Og já, var bara að koma með fjölskylduna mína, leita betri líf, betri bara menntun og já, vorum ekkert að leitast eftir betri veður en eitt þannig, sko. Vorum ekki heima út í Palestínu, hvar væri hvassasta veður? Já, flýtum til Suðurnesju, það var mjög sniðugt. Það var ekki þannig, við vorum bara að skoða menntunarkerfi. En við komum til Íslands, ég er 16 ára gömul,
átti rosalega erfitt með á þessum aldri, veit ég, 16 ára unglingur að reyna að fatta hver ég hvað ég ætla að verða og svona smá í mér, ekki búin að mynda mér alveg skoðanir og koma til Íslands, allt annað menning, nýtt land, engin fjölskylda, engin vínir. Mér fannst líka allir Íslendingar líta alveg eins út. Ég var alveg, fór hérna í skóla og bara hitti einhverjar stelpur, kom daginn eftir ég alveg, hver var hvað? Allar ljósherðar með blá augu og þannig þetta var svona svolítið breyting, smá menningarsokk, en við vorum ákveðin í því að klára menntuna okkar hérna á Íslandi, þannig ég hérna fór í skóla og á þessum tíma sem ég kem til Íslands þá voru mjög fáir innflytjendur og sérstaklega á þessum aldri. Þannig yngri systkini mín sem kom til Íslands fóru beint í grunnskóla og eldri fór í háskóla en sem var á menntaskóla aldri var ekkert í boði. Getur skráði í háskóla hérna í menntaskóla en þú veist, það ekkert annað, þú bara situr í tíma með Íslandingum, lærir allt á íslensku, námsefnir á íslensku, ekkert meira í boði. En þetta var svona krefjandi tíma og erfiða tíma fyrir mig að mæta, ekki skilja neitt, fara heim, svo koma daginn eftir, mæta, ekki skilja neitt og ekki þekka umhverfi og menningin og þetta var mjög erfiða tíma. Og mér datt í hug að því ég bara frá því ég var lítil þá hef ég alltaf að fara eigin leiðir og alltaf bara að gera hlutirnar eins og það á að gera og það my way sko. Þannig ég alveg ég kannski prófa að tala af því ég náði aldrei að var ég held að segja 5 ári í menntaskóla, tók stærðfræði, efnafræði, allt sem svona tölur og náttúrufræði en náði aldrei að klára íslenskan. Þannig ég náði aldrei að klára stúdentspróf og þar með ekki aðgengi á háskólan. Þannig mér datt í hug að prófa að tala við skólastjórn og að get ég fengið móðurmáli mitt, arabískan, metið sem móðurmál og íslenska sem annað mál og sleppa dönskuna. Sleppum henni, sko. Ég var sett í dönskutímum og ég bara, ég vissi ekki hvort kennarinn var að tala dönsku eða íslensku. Ég þekkti ekki munurinn á því, róum okkur. Þannig getum við en skólastjórinn fannst það mjög sniðug hugmynd, alveg bara, já, þetta geggjað, þetta getur hjálpað mjög mörgum, en þú verður að tala við menntamálaráðuneytið, þau setja námskrá og þau taka ákvörðun þetta. Ég alveg bara, safna kjark og fara niður ráðuneytinu, ég bara, já, ég heiti Fída með móðurmál arabíska, get ég fengið það metinn? Bara, vá, akkur engin svona, þú veist, þetta geggjað hugmynd, við ættum að skoða þetta, en tala við skólastjórnin, þau ráða þessu. Það ekkert að fara að gerast hérna. Og því miður staðan ennþá til daginn í dag. 95% af börn innflytjenda klára aldrei menntaskóla út af tungumála erfiðleikan. Þannig ég búin að búa smátt meira en 2 ára á Íslandi og þetta ennþá vandamál. Og það verið að skoða nánar fyrir ykkur sem hafa aðgengi að breytingu, geti breytt þetta kerfi. Allavega, þetta gekk svona í mörg ár og bara náði aldrei að klára þessi stúdentspróf og fór ég var komin á 10. ári á Íslandi, ekki búin með stúdentspróf, en ég var alltaf í skóla. Svo var ég náttúrulega orðin 18 ára og þú veist, ég var með svona dvalarleyfi og til þess að halda því þá þurfti ég að vera með tekjur. Þannig ég mátti ekki vera í skóla, þú veist, í dagskóla. Ég þurfti að vera í kvöldskóla, vinna yfir daginn af því ef ég gat ekki sinnt fram á það að ég get framflutt mig sem fullorðin 18 ára, þá missi ég leyfið mitt. Þannig ég var háðu vinnuveitanda og þú veist, vann bara þessi fiski, bakari, allt það, háður því yfirvinna sem krefst til þess að halda leyfið mitt á Íslandi og fór í kvöldskóla FB til þess að reyna að klára skólan. En eftir 2004 þá gafst ég virkilega upp. Ég var ótrúlega óhamingjusöm. Ég átti mér markmið, alin upp í Palestínu, það stríð þar, ég alin upp við það að konur eiga að mennta sig. Röddin þín heyrist miklu herra þegar þú ert menntuð. Þú veist betur, þú getur gefið samfélagi miklu betur ef þú ert menntuð. Þannig þetta var inn í mér og ekki geta klárað var svo erfitt. Þannig árið 2004 þá eiginlega gafst ég upp og ákveða að flytja aftur heim til Palestínu. Ég seldi Jarisinn sem ég átti, allt sem ég á Jarisinn og fór til Palestínu og ætlaði að búa þar. En ég var bara mjög fljót að átta mig á því að ég átti ekki heima heldur þar. Mér fannst of heitt og allar raðir allstar og eitthvað svona, var ekkert að fitta þar inn og það var sama saga þar.
ég gæti ekki farið beint til skóla þar út af því, þú ert ekki búin að læra arabísku 10 ár, þú getur ekki komið hérna inn. Þannig að þetta var þannig að ég átti ekki heima þar heldur, þannig ég var svona við innflytjendur og fer út og búin að búa í nokkur ár, þá eiginlega átti heima hvergi. Íslendingar myndi alltaf horfa á mig sem innflytjendur, Palestínumenn sem myndi alltaf horfa á mig sem útlendingur sem hafi flutt út. Þannig við svona eigum rætur hvergi, maður reynir samt að fitta inn. En ég var fljóta átt að mig á því ég átti ekki heima þar og kem aftur til Íslands. Það var mjög gott að fara. Og því ég náði svona að sjá samfélagi sem fullorðin og ákveða það sjálf, ég kem hérna til Íslands sem barn, fylgi bara fjölskylduna, en svo ákveða sjálf, ég vil búa á Íslandi. Þannig það var 2004. Og ég ætla að búa á Íslandi og ég ætla að klára menntuna mína hér. Þannig ég kem til Íslands og ég gleymi að fletta glærurnar. Ok, að byrja upp á nýtt. Ok, ég kem til Íslands aftur og ákveðin í því og held áfram að hamast. Ég fór aftur í menntaskóla, klára íslensku 101, en það var ekki sens ég get farið upp í 500 til þess að ná í stúdentspróf. En heppilegt fyrir mig, það var stofnun sem heitir Keilir Háskólabrú, stofnað hérna í Reykjanesbæ árið 2007. Og ég sá auglýsingu í Sjónvarpi og ég alveg bara Keilir Háskólabrú, þú getur sótt þetta svona þétta nám, þú fer stúdentspróf á 1 ári, námslánshæft, við erum með húsnæði hérna uppi Ásbrú, ég alveg þetta er tækifæri mitt. Og ég bara, ok, hoppa á það. Fyrir sækjur námi í Keili Háskólabrú og var alveg samt ógeðslega hrædd af því ég var búin að vera að sækja HÍ undanþágu íslenskunni alveg 3 ári í röð og fekk alltaf nei, bifraust og allt. Ég reyndi allt til þess að komast í háskólanum. Skrifa alltaf svo innlega bréf og sagði, gefi mér tækifæri, ég veit að ég get meira, íslenskan er bara eina vandamáli. En ég fekk alltaf höfnun, þannig ég var svolítið hrædd þegar ég kom hérna til Keilis og fór í viðtal, Hjálmar þá var skólastjóri og tek viðtal og ég bara svona, ok, ég er að sækja ég er alveg verið að búin með stúdentspróf en ég er með eitt vandamál, móðurmálið mitt er arabíska og hann bara, hvað ertu að segja, það er geggjað, við búum hérna rétt hjá flugvellinum, þetta er bara mjög flott, við getum nýtt okkur að þú kemur af annarri uppruna og nýtta, þú ert bara fjölbreytt og hugsar öðruvísi, já, komdu, þú kemur bara hérna. Ég var alveg, og það var það, fyrsta skipti bara á Íslandi, gerðist það á Suðurnesjum, að einhver horfi á það sem ég hef, ekki það sem ég hef ekki. Og þá var hér. Já. Þannig ég byrjaði í Keili og bara kláraði námi, smá tíma eftir ég var búin að vera nokkur mánuði í Keili þá kallaði námsráðgjafinn á mig, Anna María og sagði, mér langar að senda þér í greiningu. Og ég er alveg, ok, við getum alveg bætt við lista, ADHD, tunglindi, ok, bætum við í greiningu. En hún er alveg, mér finnst það skrítið að þú ert næra allt starffræði, allt með tölur og efnafræði og hagfræði og ég var á viðskiptafræði til. En enskan og íslenska var bara ekki hægt. Þannig ég fekk staðfestingu á lesblindu þá, 24 ára gömul og fekk, bara hljóðbækur og svona kerfi inn í tölvuna sem les fyrir mig lengri tímapróf og þá bara gekk námi eins og sögu. Hugsaðu ykkur, ég fekk aldrei lengri tíma í prófi. Ég var alveg, og þið vitið, það var ekki Google. Þá var ég með orðabók frá íslensku á ensku, frá ensku frá arabísku. Það meina þetta, en ég fekk ekki lengri tíma í próf. Þannig að námi var bara ótrúlega erfitt að reyna að ná þessu með annað tungumál eða móðurmál á sama hraða. Og ég veit, Hilma er að fara að fjalla svona mál. Ég ætla ekki, það má alveg gefa okkur aðeins lengri tíma. Það má alveg gefa okkur, alveg eins og að gert við konur, það þurfti að setja lög hlutfall kvenna í stjórn, það má. Við þurfum að laga hallann. Við erum ekkert að gefa neitt meira, við erum að laga hallann. Þannig, já, ég kláraði námi, hún er að horfa á mig. Ég kláraði námi á 1 ári, bara með hæsta einkunn. Svo fór ég eftir það í orkuumhverfis tæknifræði, kláraði það, ekki jafn hátt einkunn en ég kláraði það.
Og svo í lokaverkefni mitt í orkuumhverfis tæknifræði, ég hef alveg frá því ég kom til Íslands verið hilluð af orkuna, gufa, vatn, rafmagni og allt það. Ég hef bara, þú veist, Gunnekver og HS Orka og Reykjavík, ég veist það búið að gera nálgunarbann. Ég alltaf eitthvað, skott að vera hérna fyrir utan. Og ég alveg, ok, ég ætla að læra eitthvað það. Þannig ég fer í orkuumhverfis tæknifræði þar sem lögð áhersla á jarðvarmi. Og læri meira það og í lokaverkefni mitt þá var ég að skoða möguleika nýtingu á steinefna sem fella til jarðvarmavirkjana. En eins og ég sagði, ég hef verið, þannig ég ætla að nota glærurnar fyrst að fór tíma í það, frá því ég var bara lítið barn. Ég held ég var 12 ára þegar ég stofnaði sumabúðir sem fór bara að banka út í Palestínu á foreldrar sem gerðu ekkert með börnunum sínum yfir sumrið, hóaði saman, safnaði styrki og tók þeim ferðalög yfir sumrið. Þannig ég hef alltaf verið, þetta ekki nóg gott, ég ætla að breyta því. Og ég bara svoleiðis týpa og elska það. Þannig ég ætla að lesa vandamáli án þess að fara í teknilega hluti, en við erum að nota gufan til að framleiða knúa vélar, til að framleiða rafmagni á Íslandi, búin að gera mörg ár. Þegar gufan kólnar, þá verður það af vatni og kalt vatn ekki hægt að nota í framleiðslu á rafmagni, en umhverfisreglur gera kröfur að dæla þessi vatn aftur niður í jarðgeyminn til að halda bara svona sjálfbærni. En þetta vatn, mörg orkufyrirtæki búin að fá undanþágu niðurdælingu út af steinefna vandamál. Steinefni fellur út í borholurnar, í varmaskipti og stiflar niðurdælinga hólu. Og við erum bara að henda vatni út í umhverfi eða bara hvað út í sjó eða hvað að gera á þetta vatn. Og ég alveg, ég mun lausna þessu. Byrja að rannsaka það í lokaverkefni mitt. Ok, hvernig get ég komið vatni aftur niður í jarðgeyminn þannig að yrði bara svona sjálfbært, þú veist. Af því ef við dælum ekki niður þá bara klárast vatni. Það verður bara að fara inn og út, af því við notum þetta svo aftur sem gufu. Og ég ætla að finna leið til að taka steinefnin úr vökvanum til að geta dælt það niður og aftur og koma veg fyrir útfellingin. Það var, lokaverkefni mitt var að snúast það. Og svo eftir lokaverkefni, ég veit ég að falla á tíman, ég fer hrætt yfir þetta, þá ákveði ég að halda áfram með verkefnið, að finna leiðir til að taka út steinefnin og líka að hafa í huga, það er alveg 80.000 tonnum af steinefni í þetta vatn. Hafa í huga, ef ég tek það út, sem ég ætla að gera, hvað get ég svo gert við steinefnin? Þannig líka bæði finna einhver aðferð til að taka út útfellingar og búa til verðmæti úr þessum steinefnum. Og við náðum því að eftir lokaverkefni fekk ekki hátt fyrir það. Úgeðslega leiðilegt. Þau eru alveg bara, ekki raunhæft, ekkert að vera að gerast hér. Allavega, hafði enginn trú á því og bara, hver þessi fíta að koma, við erum búin að framleiða rafmagn í 70 ár, sko. Þú voru ekki að fara að gera hérna. Þannig að það var lítið trú á verkefni og samningaviðræður og stofnfélag var mjög erfitt, sko. Að gefa mér plás til þess að koma hugmyndinu mínar á framfæri. En allavega, eftir við skilum inn lokaverkefni, ég og Burkni Pálsson, sem var líka með mér í námi, var að skoða líka útfellinga vandamál, ákveðum við að stofna Geosilika, sem allar sérhæfa sig í að finna svona tæknifyrirtæki sem tekur útfellinga vandamál og byr til verðmæti úr þeim, úr þessum steinefnum. Þið megi alveg koma inn. Og við ákveðum í lok náms að prófa að sækja styrk og Sólborg frammi og sækja styrk og hvað við komum inn og stofna Geosilika. Við hafum ekki bara verið hreinskilin við ykkur, ekki við ákveðum að stofna Geosilika því við hafum svo mikið trú á verkefni, við fengum ekki bara vinnu annars þar. Þannig við erum ok, sækjum styrk. Og við fengum fyrsta styrkina okkar frá Tækniþróunarsjóður, verkefnastyrkur sem 30 milljónir til 3 ára til að þróa hugmyndin okkar að koma í veg fyrir útfellinga og skapa verðmæti úr þeim. Ég var ekki ein í þessu teymi, það voru margir með mér og þetta bara fjölbreytt og öflugt teymi, búin að vera með mér eiginlega frá upphafi, allir saman. Launalaus, vinna alla nætur, taka vaktir, ekki einu svona hluti í félaginu, bara þetta teymi the dream team. Þetta mjög flott og því sá ég fjölbreytt teymi
og við höfum alveg frá upphafi lagt áherslu á því, já, Geosilika, að laga hallan eins mikið og við getum. Konur nýútskrifar úr verkfræði, úr teknifræði, gefa þeim svona, ég veit ekki hvað þessu, allavega 20 stelpur er búin að fara gegnum Geosilika, komið til mín 3 mánuði, þannig þið hafi eitthvað á CV og getið farið eitthvað annað. Svona, já, einn þarra hérna. Þannig, þú veist, bara aðeins að efla þeim, þú veist, taka þeim með mér á fundum og svona gerum við þetta og svona ertu ákveðin og svo bara farið og blómstri annars þar. Já, þetta aðeins framleiðsluferli hjá okkur. Við erum staðsettir uppi virkjanir af því þeir eru sá að bóra eftir gufuna og skilja gufuna frá vatni, svo komum við styrkjum steinefnismagn í vökvanum og hreinsum það. Og við erum að vinna kísil. Ég veit ekki hvort þið kannast við kísil eða það silika á ensku. Kísil algengasta steinefni jarðarinnar. Hún sagði þar ég stendi upp þá átti ekki tíma eftir. Skulum við líkast ekki að sá það. Ok, ég er ekki að fara ógeðslega hratt. Já, og kísilinn bara, þú veist, það alveg 7 gram af kísli í líkamann. Þú veist, það járnkísil, þannig að hann kemur á svo mörgu. Hann hár, húð, neglur, bein. Þetta snefilefni sem þú veist, ekki steinefni eins og kalki, en kísilinn stýrir líkamann við framleiðslu á kollageni, bæði típa 1-2, það bein og húð. Og við náttúrulega framleiðum ekki neinn steinefni og ekki kísil en steinefni. Og svo nútíma mataræði, við erum ekkert að fá nægilega mikið af næringu úr fæði okkar. Og það rannsóknir að sýna að næring í mat í dag 38% lærri en það sem var fyrir árið 1950. Þannig til þess að ná sama næring úr epli í dag þurftum við að borða svona epli fyrir 1950, þá þurftum að borða svona 30 epli í dag til þess að fá sama næring. Við fáum það ekki, það enginn að fara að gera það, líka ógeðslega dýrt. Þannig ef við fáum þetta ekki úr fæði, þá var næst best að fá þetta úr náttúrulegum bara afurðum. Geosilika framleiðir steinefni sem unna úr jarðhitavatnið, jarðvarmavirkjanir. Við erum með 5 vörur á markaði og ég með þeim frammi, kynna þeim betur á eftir. Og þeir eru allir vökvaformi, matskeið á dag og við erum með fyrir hárhúð, neglur, líður, bein, hugur og orka og já, 5 mismunandi vörur. Aðaluppstaðan í vörurnar kísilinn sem við vinnum úr jarðhitavatni, svo bætum við magnísium, D-vitamin og járn svona til að ná ráðulega dagskammt af þessum steinefnum. Og það alltaf betra að fá steinefni og vítamin í vökvaformi, þá þetta ekki töflu, það þarf efni til þess að fylla efni til að gera tabla, og veist, þá virkni yfirlegt 15-20% max, en í vökvaformi þá allt efni, bara það ekkert með. Við bætum engu við Ok. Geosilika ríður brautina, það var ógeðslega skrítið að sá einhver svona kona af erlend uppruna í orkumálum að mæta að fundi Bjarni og já, orkuvitan, ég ætla að bóka fund með þér. Það bara, ok, nei. Veist, það var rosalega erfitt, það var mjög erfitt. Ég ætla ekki að segja sögurnar, var ekki sárt, en þú veist, ég veit ekki, þetta var bara mjög skrítið tilfinning að þetta mistrétti. Þú veist, að það var bara ekki hort í augun á mér, ef ég hafði einhverja athugasemdir þá var það og það tungumála erfiðleikar þegar þú miskilur, þú veist, ég vissi alveg að þú varst að niðurlægja mig eða gera lítið úr það sem ég er að segja, þannig það alltaf var eitthvað, veist, það var svo erfitt, af því ég og meðstofnarinn minn kallmaður, Burgni, og var aldrei, þú veist, ég framkvæmdastýran og forstjórinn, förum bara allavega að kaupa þjónusta hjá bókarann, og hann horfir bara alltaf á hann. Ég með peningana. Það bara, en þú verður, ég bara alveg, það horfði aldrei á mig, ég skipta hann út. En þú veist, þetta var svona, þú veist, getur bara, þú veist, ok, ég skal hlusta á þig, en þú þarft að sanna svona 10 skipti án ég fer að ræða málið nánar. Og þetta sorglegt, en þá til daginn í dag byrjaði á því að sanna hver ég er. Og þess vegna ég hluti af FKA. Yes, það segir akkurat. Það hefur, þú veist, í gegnum allt þetta, það hefur alltaf verið einhver kona, og þá sérstaklega á undanfarnu, FKA-kona, sem bara, þú hlustar ekki á þetta bulli, sko.
þú bara fer áfram. Eða kona sem kannast við mig frá FKA sem tekur á móti mér. Já, og og markmiðið mitt var einmitt að efla konur í tekník, efla konur af erlendum uppruna og það var, þið viti, þetta erfitt og allt það en ég var svo innbytt á því að vera fyrirmynd og ég ætla að vera fyrst. Geosilica, fyrirtæki mitt, fyrsta fyrirtæki í sögu Íslands sem lífeyrissjóður verkfræðingar fjárfestir beint í. Og það gerist ekki af sjálfan sér. Og allar þessi fjárfestar sem ég með, 13 fjárfesta, samþykktu verðmat 900 milljónir. Ég var bara að hlæja þar í labba, nei. Ég bara, what? Þú veist, þetta mikið vinna. Þetta þú veist, já, eins og ég segi, ég var innbytt að því að vera fyrirmynd og tók nei og fór aftur og ég ekkert að segja, ég lærði ekkert af því. Stundum átti nei rétt á sér. Stundum átti ég bara eins að fara heim og gera betur. En stundum var það nei bara út af því ég líti út svona og tala svona. Og það vond nei. Og, veist, og þá gat ég aldrei farið aftur. Þannig þegar ég fekk þetta nei þá gat ég ekki farið aftur. En þegar ég fekk nei frá konum yfirleitt, nei núna en gerðu þetta og tölum saman aftur. Það var mjög gefandi. Þannig við erum fyrstir í öllu, við vorum fyrstir að fá Evrópustyrkin Eureka bara núna daginn til að búa til áburður úr steinefnum sem fella til jarðvarmavirkjana. Þetta stoltasta verðlaun sem við höfum fengið. Við höfum fengið Nordic Award sem verðlaun fyrir að Geosilica stofnun sem skýrtengsl á milli fjölbreytileikan og þátttöku og loftslagsmála. Þetta allt einheild. Við verðum að vera fjölbreytt, við verðum að taka tillit til okkar umhverfi og við verðum að verðum að taka þátt líka. Ég hef nýtt, þú veist, plattformir sem ég fekk, nýsköpun, til þess að auka jafnrétti í kringum mig. Og ég veit það búið að skila sér og ég þekki konurnar sem komu til mín 2013 þegar við vorum að stofna fyrirtæki og eru í dag að gera góða hluti. Og það var mín stefna. Það þegar við byrjum að styðja til dæmis Keflavík, þá sagði ég, ok, mér langar að styðja meistaraflokk kvenna í Keflavík, bara kvenna. Og þegar við vitum, ef við fá 100 skall, þá það 70 til strákana og 30 til stelpana. Mér langar að styðja bara stelpurnar. Það ekki hægt. Peninga fer til félagi. Så ég með pening og ég ætla bara að gefa konurnar. Ég fekk það í gegn. En þegar ég ákvað að styðja Keflavík, meistaraflokk, við erum að halda Geosilica mót árlega, við búin núna 7 ár í röð og það bara stærsta fjáraflunlið meistaraflokk kvenna. Og þegar við vorum byrjaðum fyrir 7 árum, þá var ég burkni ekki á launum. Við ákvæmum byrjaði að styðja stelpurnar. Þannig það hefur alltaf verið stefnan og alltaf innlæg. Þetta vörurnar sá ég frammi, ok, við erum búin að vaksa, við erum að selja á margum markaði, við vorum að gera samning við stærsta sem að koma núna, það ekki hér, já, Tmall, það svona eins og TikTok eða eitthvað svoleiðis í Kína. Og kom einhver áhrifavaldur til Íslands núna í maí og voru að taka, velkomin. Og voru að taka einhver efni og eitthvað og kísilinn bara sló í gegn þar þannig að þetta stærsta kunnin okkar núna í dag. Og við erum að selja hráefni, ef þið þekkið Bioeffect, þá erum við vörur með hráefni frá okkur, Eilíf, alla vörurnar hennar með hráefni frá okkur, KetoCare með, þannig við erum bæði í smásala og heildsala. Ég með vídeo, það bara, þú veist, 2 sekundur. Og svo ég búinn. Ég ætla bara að þakka ykkur núna þannig ég fer á sviðis og sýna ykkur hvað við stendum fyrir, Geosilica. Deep within Icelandic earth, where glacier meets volcanic rock, the elements clash, and by forces of nature, geothermal silica is sourced. We are Geosilica, Icelandic by heart, producing one-of-a-kind silica minerals that help body and mind. We harvest silica deep underground and manufacture with an innovative no-waste production method. Our secret to producing our unique product
adding nothing, leaving no trace. Unaltered by human touch, as nowhere else on Earth, simply borrowed from deep within the ground and dissolved in pure Icelandic water. Geosilica is all natural body renewal, strengthening on the outside as well as within. From repairing brittle nails and damaged bones, to bringing forward raw beauty, smoothing and firming, for luscious hair and gushing arteries, for waking up rested and recovering from strain. We strengthen and purify, so you can feel new. We give you natural body renewal from Icelandic geothermal water. Geosilica. Renewal from within. All right. Takk. Wow. Takk kærlega fyrir þetta. Hann búinn að slaka á mig. Og eins og ég sagði og frá upphafi ég hafði ekki orkan, ég hafði ekki kraftin, ég hafði ekki neitt tengslanir til þess að afreka sem ég er búin að afreka í dag án ykkar kvenna. Og það er alveg satt sem sagt að á bakvið hverja árangsríka konu er hópur annara árangsríka kvenna sem styðja bakvið þeim. Og ég veit til dæmis Eleonora, ég sá hana frammi. Þá var ég nýbúin að stofna Geosilica og hún tilnefnileg mig fyrir einhver verðlaun í Bretlandi. Bara, þú veist, og það var fyrsta skrefi og fyrsta tilnefningu og svo, þú veist, Solveig er búin að koma með, ég veit ekki hvað tengslanir, ég bara seti í kaffi með ráðherran, Þannig, og veist, fullt af konum sem eru búin að bara leggja mér líði og hjálpa mér að vera, og ég ætla að gera það sama fyrir aðra konur. Takk fyrir mig. Þakkir frábæra fíta okkar og eins og þið heyrið það er mikið gert í þessu félagi og vil benda ykkur á að klappstýra Íslands er hérna aftast, hún Andrea Róbertsdóttir. Ef ykkur vantar klappstýru þá hringi hana, já. Sæl Andrea, góðan dag í dag. Heyrðu næst ætlar að koma til okkur Hanna Lilja Oddgeirsdóttir og hún er framkvæmdastjóri lækninga og náttúrulega læknir í grunninn og er stofnandi Gina Medica og er búin að vera mikið í umræðinni í dag vegna ýmsa mála, aðalega breytingaskeið kvenna, þannig að Hanna Lilja, ég sé það ekki hér, já, Guð, ég er svo laser fókust, gaman að segja, gjörðu svo vel, Hanna mín, gjörðu svo vel. Heyrist þið þessu? Já. Skal reyna að fara ekki yfir tíman. Já, ætla að reyna að festa þetta hérna. Byrjar ekki bara samt að telja þegar ég byrja að tala. Nei, nú byrja ég. Herru, ég næ ekki að festa þetta á mig. Svona, setja í vasan. Get ég skipt á þessu hérna? Góðan daginn. Takk fyrir að bjóða mér að koma og tala hérna á þessari frábæru ráðstefnu sem heitir Í krafti kvenna. Og mér finnst náttúrulega geggjað að fá að koma hérna og tala undir þessu nafni því að mér finnst náttúrulega krafturinn í konum svo einstakur og kvennorkan er eitthvað alveg sérstakt sem bara við konur eigum. Og það er mér ótrúlega mikið ástríðu efni að efla konur, sérstaklega með því að valdefla þær með því að þekkja betur líkamann sinn og auka svona heilsulæsi. En þú veist, þessi kraftur sem býr í okkur konum
sem svo einstakur. Hvað hann? Hann samanstendur náttúrulega af mörgum þáttum. Við getum búið til nýtt líf. Við getum verið ljóninja, við að vernda ungan okkar. Við líka einhvern veginn framkvæmdastjórar á heimilinu. Við getum multitaskað. Það svo margt sem við gerum og gerum svo vel. Og ég held, og ég trúi því, að hluti af þessari orku komi innra með okkur úr hormónakerfinu okkar. Og nú það náttúrulega mitt sérsvið, breytingaskeiðið og breytingin á hormónakerfinu. Þannig að mér langaði svona aðeins að fara yfir það með ykkur, því að hormónakerfi kvenna auðvitað miklu flóknara heldur en til dæmis hormónakerfi karla. Hormónin okkar, þetta eru litlar eindir sem bara svífa í líkamanum okkar, í blóðinu og fara allt, setjast eins og lykill í skráargat á frumurnar okkar og stýra þannig eins og hálfgerða svona sinfóníu hljómsveit og stýra líkamsstarfsemin okkar á svo margan og mismunandi hátt. Við með, það streitukerfi, það streituhormón, það vellíðunarhormón, við með tengslahormón, við með kynhormónin og kynhormón og kynhormónakerfi kvenna það flókið og breytilegt eftir því bæði hvar í tíðarhingnum en líka eftir hvar á lífsleiðinni þú ert. Lengi vel voru konur útilokaðar úr klíniskum rannsóknum og bara gera rannsóknir á körlum og það var flókið að leiðrétta fyrir þennan breytileika sem verður hjá konum. Þannig að fullt af lyfjum eru bara rannsakaðar á mönnum svo það bara yfirfært á konur og litið svo á að það hafi sömu áhrif á konur og það gerir á menn, karlmenn. En það bara ekkert þannig og við getum ekki gengið út frá því og við bara virkum allt öðruvísi. Og það svolítið það sem ég langar að fara yfir ykkur með núna og ég ætla að taka bara svona crash course, bara tíðarhringurinn 101. Og það talaði tíðarhringurinn svo cirka mánuður ef þú ert með reglulegan tíðarhring og það talaði að tíðarhringurinn byrji á fyrsta degi blæðinga. Þar eru hormónin, menn þessi helstu kynhormón kvenna eru estrogen, prógesterón og testosterón og þau alveg í lágmarki þegar blæðingar byrja. Síðan fara eggjastokkarnir svona smátt og smátt aðeins af stað aftur og það byrjar að þroskast einhver fjöldi af eggbúum sem í eggjastokkunum. Og í þessum eggbúum þar myndast estrogen, aðal kvenhormónið. Og þannig að estrogen svona að stíga í gegnum fyrri hluta tíðarhringsins og þá prógesterón bara svona frekar lágt. Og þarna, estrogen semst ráðandi í fyrri hlutanum og estrogen það orkuhormónið okkar, það gefur okkur svolítið kraft og sjálfstraust og við erum svona svolítið outgoing, það auðveldara að koma hingað og halda fyrirlestur þegar maður á þessu tímabili og svona og svo náum við svolítið hámarki miðjan tíðarhringinn þegar verður egglos og það líka testosterón hækkað og testosterón það líka geggjað. Það gefur okkur enn meiri drifkraft, sjálfstraust, við finnst við svolítið flottar og sexy og þannig að það gerur okkur svolítið svona sjálfsöruggar. Þannig að það rosa góður tími, það alveg besti tíminn í tíðarhringnum. En síðan breytist eggbúið í gulbú eftir egglos og gulbúið myndar þetta prógesterón. Og prógesterón svona jafnvægishormón við estrogenið og það meira svona, það svolítið svona sefandi og róandi, aðeins kvíðastillandi. Á þeim tíma viljum við kannski aðeins bara hlú meira að okkur, erum aðeins rólegri, viljum kannski frekar vera heima heldur en að standa fyrir framan hópa fólki og þannig að svona, okkur líður allt öðruvísi þarna. Og svo svona á svona 21. degi, sem þá svona 3 vikum eftir síðustu blæðingar, þá droppar prógesterónið. Og þá þessi síðasta vika fyrir blæðingar oft mjög erfið, því að og það sem þið kannski þekkist sem svona fyrirtíðaspennu og þess að þar. Það tími þar sem við erum rosalega, getum verið, það auðvitað ekki allar hannig, en getum verið mjög svona litlar í okkur, viljum bara svolítið fá að vera í friði, kannski bara undir teppi upp í sófa með tebolla. Og það ekki bara allt í lagi? Megum við ekki alveg bara vera þar? Ég myndi alveg, það mjög mikilvægt að hlusta á þetta, því að þið sjáu þessar sveiflur, við erum ekki gerðar til þess að bara power through allan mánuðinn, heldur verðum við svolítið að horfa á þetta og nýta okkur þetta á jákvæðan hátt og stilla okkur svolítið inn eftir þessu og þetta hefur líka áhrif bara á núna þið allar bara konur í flottum stöðum og í atvinnulífinu að nýta okkur þetta líka í starfsframanum. En það verði ekki bara sveiflur í hverjum tíðarhring fyrir sig, það líka breytilegt eftir því hvar við erum bara á lífsleiðinni. Og
náttúrulega hormónaframleiðslan bara frekar lág þarna fyrst, bara sem þegar við erum litlar stelpur. Stúlkur fæðast með öll eggbúin sín og þeim síðan fækkar svona smátt og smátt í gegnum æviskeiðið og eins og ég sáu það er það í rauninni eggbúin sem að framleiða þessi hormón. Þannig að í takt við það að þeim fækkar þá breytist líka hormónaframleiðslan og við komum inn á svo unglingaskeiðið eða kynþroskaskeiðið sem eggjastokkarnir eru svona aðeins átt að sjá hvað þeir eiga að vera að gera. Eru kannski ekki alveg vissir á því alveg fyrst, þannig að þessin svolítið óregluleg framleiðsla til að byrja með. Svo náum við flestar brynna inn á frjósemiskeiðið, þar sem verður bara svona nokkuð reglulegur tíðahringur. En svo fer þetta aftur að verða óreglulegt. Og þá kemur blessabreytingaskeiðið sem nú mitt aðalefni. En eftir það þá ná hormónagildin svona bara ákveðnu lágmarki, þegar tíðir eru hættar og konur komin af frjósemiskeiði og þannig verðum við bara út lífið. Þá bara hormónaframleiðslan mjög lág. Þannig að þá kemur ákveð jafnvægi á, en við missum líka góðu áhrifin af hormónunum. Því að estrogen, til dæmis, hefur áhrif út allan líkama. Það eru estrogen viðtakar á nánast öllum frumum líkamans og estrogen hefur áhrif á heilbrigði hárs og húðar, slímhúða, vöðva og liði, hefur jákvæð áhrif á kólesterólgildi, blóðsykurstjórnun og fleira. Meltinguna, þarmaflóruna, hefur áhrif út allt. Hefur líka áhrif á heilan. Það eru hormónaviðtakar upp í heilanum og þannig að estrogen hefur áhrif á mikilvægar heilastöðvar sem stýra athygli og skerpu, vinsluminni, úrvinnslugetu, vellíðun og svefni, tilfinningum, hitastjórnunin. Þetta hefur ótrúlega mikil áhrif. Þannig að þegar við komum inn á breytingaskeið, þar sem sveiflurnar eru mjög miklar, þá kannski ekkert skrítið að það geti haft svolítið mikil áhrif. Og mörgum líður bara ekkert rosalega vel á því tímabili. Og mér finnst þetta svo skemmtileg mynd. Hún varð að fá að fylgja með og á svolítið vel við þarna. En hvernig getum við nýtt okkur þetta? Hvað getum við gert til að styðja við kerfið okkar? Það eru ótrúlega margir þættir sem hafa áhrif á hormónin. Eitt bara einmitt framleiðslan í líkamanum og svona. En ef að við eigum svolítið að hlusta á náttúruna. Við eigum svolítið að fylgja þessu eftir. Ef við bara, einmitt, eins og ég sagði hann, ef við ætlum bara að power through allan mánuðinn, þá erum við að vinna á móti náttúrunni. Og það ekki hjálplegt. Þá verður bara ójafnvægi. Líkaminn að biðja ákveðna hluti sem hann þarf til að sinna því sem hann að ganga í gegnum hverju sinni. Og ef við hlustum ekki á það, að þá fer bara eitthvað að klikka. Við fáum að fá óreglulegar blæðingar, blæðingatruflanir, aðra sjúkdóma, kventengda sjúkdóma sem að miklu leyti tengjast hormónaójafnvægi. Og þar kemur lífstílinn okkar ótrúlega sterkur inn og við þurfum að huga að streitu. Streitan hefur ótrúlega neikvæð áhrif á hormónakerfið. Því kortisol, sem aðal streituhormónið, það rýkur upp og kortisol og estrogen búið til úr sama grunnefninu, kólesteróli. Og þegar mikil streita, þá forgangsraðar líkaminn því að framleiða kortisol og hættir að framleiða eða minnkar estrogenframleiðslu. Og það út af því að kortisoli, það svona survival hormóni, það gert til að hjálpa okkur að lifa af, takast á við hættur og þess að það. Og ef við erum í streitu, þá upplifir líkaminn það sem hættu. Þó svo að það sé ekkert ljón á veginum, þá upplifir líkaminn það þannig. Þannig að þetta eitthvað sem við þurfum að huga svolítið vel að. Við þurfum að minnka svolítið streitu í lífinu okkar. Huga streitu minnkandi leiðum, bara eins og hvað sem það hugleiðsla eða núvitund, öndunaræfingar, eitthvað sem að hjálpar okkur, fara út í göngutúr, finna eitthvað sem hjálpar okkur að slaka eins á. Svo það þetta hreyfing og næring, eins og við vitum allt en við þurfum líka bara kannski að næra okkur aðeins mismunandi eftir hvar við erum í tíðarhingnum og við þurfum líka kannski að hreyfa okkur ólíkt eftir hvar við erum í tíðarhingnum. Hérna á fyrri hlutanum, þegar við erum svona fullar orku, þá gott að vera í svolítið ákefð og taka svolítið vel á því og þegar við erum með testosterónið þannig kringum egglossið, þá tökum við þungar lyftingaræfingar, byggjum upp þessa vöðva. Svo í seinni hlutanum, þegar við erum rólegri,
þá er kannski bara betra að fara bara í jóga eða pílates eða göngutúr, þú veist, að stilla þetta svolítið inn eftir því hvar við erum og hlusta svolítið á það. Og eins með næringuna, þú veist, þegar kannski þekkir einhverja þarna inni, þú veist, rétt fyrir blæðingar, langar ógeðslega bara í súkkulaði, langar geðveikt í súkkulaði. Og maður alveg, þú veist, akkur bara, tjóðir í löt, mér langar bara að liggja upp í sófa og borða súkkulaði, hvað er að mér? Og maður fer að tala sig niður fyrir það. En hvað er líkaminn að kalla á? Hann er að kalla á sykur og hann er að kalla á magnesíum, sem eru 2 mikilvæg efni sem hann þarf til að búa til prógesterón, sem er það sem hann er að búa til í seinni hlutanum. Þannig að líkaminn veit alveg hvað hann þarf og hann er bara að biðja það. Og ef við erum alltaf að ignorera það og hlustum ekki á það, þá fer allt úr kerfi. Það er bara svolítið þannig. Þannig að mitt ráð svona kannski bara til ykkar er, þú veist, bara að þekkja líkamann ykkar, þekkja tíðarhringinn. Þá vitið þið líka hvenær kannski breytingarskeiðið er byrjað, þið vitið hvað er það óeðlilegt fyrir ykkur og vera þá tilbúin að grípa það og gera það á ráðstafanir, margt sem maður getur gert sjálfur, einmitt með þessi atriði sem ég er búin að vera að ræða, en minn á stundum þarf einhverju meðferð, það er hægt að fá hormónu uppbóta meðferð sem getur hjálpað mann á þessu tímabili og þá má það bara ræða það hentar ekkert endilega öllum, en með því að hlúa sjálfur að þessum þáttum, þá getum við bara skapa svolítið okkar eigin vellíðan og nýtum okkur þennan breytileika sem við erum að gangi í gegnum, nýtum okkur til framdráttar, bæði í lífi og starfi. Já, þetta var bara það sem ég ætlaði að segja. Stytta aðeins tímann. Tilbúin að taka spurningum? Þú ert innan tíma, þannig að það er bara endilega. Að gera. Já, ekki konur og kallar, meinarðu? Nei. Já. Nei. Já. En þá ert þú á stínu sem heitir eftirtíðakvörf og þá ert þú bara í lág í hormónum og bara stabil þar. En ég sagði líka, estrogen er líka verndandi og það er bólgumyngandi og það hefur jákvæð áhrif á kólesteról og blóðsykur og svona. Og konur, það er verndandi á ákveðinn hátt gagnvart sjúkdómum. Þannig að konur fá til dæmis hjarta- og æðasjúkdóma seinna heldur en kallar og það er talið vera út af því að það kemur eftir tíðalok, þú veist, eftir að við missum hormónin. Það hefur líka áhrif á beinþéttnina okkar, þannig að beinþéttnin minnkar mjög háa prósentu, þannig að bara fyrstu árunum eftir tíðakvörf, þannig að ef þú hættir á blæðingum 30, þá hefði, þú veist, fertug, já. Já. Þú ættir náttúrulega að vera á hormónum. Það er önnur diskussjón. Já, ég er með það, já. Tökum þetta þar í einrúmi. Einhverja fleiri spurningar? Já. Þær geta hætt, það er bara í rauninni val, en ráðleggingar í dag segja að þú veist, svo lengi sem ávinningur er meiri en áhættur, þá máttu vera á því bara út ævina og margar kjósa það sko. Áður fyrir var alltaf að tala um að ætti að vera, þú veist, í max 5-10 ár og svo ætti það að hætta því að þetta átti að vera svo hættulegt að valda krabbameini, en það er bara búið að afsanna það. Heldur þú að myndi hafa jákvæð áhrif á samfélagið að kenna stelpum þetta, þú veist, yfir höfuð? 150%, já, ekki spurning. Það er bara eiginlega fáránlegt og það er líka, þú veist, þess vegna finnst mér líka svo mikilvægt að þetta komi fram, þú veist, hér og að þetta sé svolítið í, þú veist, í atvinnulífinu og í samfélaginu að, þú veist, við getum ekki ætlast til þess að konur sem eru með tíðarhring, þú veist, þetta eru svo einhverjar á einhverjum getnaðvörnum sem náttúrulega breytir þessu öllu, en þú veist, við getum ekki unnið eins og kallar og við eigum ekki að gera það, en samfélagið okkar er náttúrulega búið þannig til og já, en þú veist, það bara hentar okkur ekki.
Og það allt í lagi, við þurfum ekki að vera litli kallar, sko. Já. Akkurat. Já, nei, ég meina það gæti verið, ef þetta svona mánaðarlega sveiflur, nú veit ég ekki hversu langar tarnir þú ert með. Já. Tókum þetta eftir ljósið hann aftast. Já. Akkurat, já. Það er nefnilega málið, það er svo margt tengt sko kvenheilsu og einmitt kannski sérstaklega hormónum og tíðarhringnum, bara hún er bara að byrja á túr, hún er bara á breytingaskeiðinu, hún er svo pirruð og sveitt og skiljið, það er allt svo neikvætt og allir þessir kvenheilsu sjúkdómar, PCOS, endometriós, þetta er allt svo erfið sjúkdómar og miklu verkir og krónískt og allt svo þungt og meðgangan erfið, það er svo margt sem er neikvætt tengt þessu. En ég held að það sé bara svolítið út af því við erum alltaf svolítið að vinna á móti okkur, við erum ekki að vinna með þessu, við erum að vinna á móti kerfinu og þá verður þetta svo mikið ströggl. En einmitt ef að við kennum stelpunum okkar, eða bara krökkum, þess að líka mikilvægt fyrir alla að þekki þetta og öll kyn að vita hvað gerist og þekkja það, því þá getum við bara stilt okkur svolítið inn eftir því. Þannig að já, ég vona það. Það er svolítið mitt markmið. Nei, ég held ekki, ekki í grunnskólum, en ég veit það er aðeins fara að ræða það held ég í menntaskóla, alltaf á ég eina frænku sem er í MH og hún var alltaf sjálf með eitthvað verkefni um það, en nei, því miður. Þetta hefur með alla, þetta er samfélagið og þetta eru, atvinnurekendur, já. Já. Nákvæmlega, ekki spurning, algjörlega. Já, ekki spurning. Já. Hvað ég er að gera, já. Ég tengdi alveg svolítið við það sem Fíta var að segja hérna, já, þetta er svona svo ég var, já, þetta er svona svo ég var. Þó ég sé ekki af erlendum uppruna að ég byrjaði sérnám út í Danmörku á kvennsjúkdóma og fæðingarlækningar og kom síðan heim. Og er að reyna að klára sérnám hérna á Íslandi en landlæknisembættið er svolítið að setja fótinn fyrir dyrnar því ég byrjaði úti og kem síðan heim en byrjaði ekki heima og fór út þannig að ég er ekki ennþá komið með sérfræðileyfið mitt þannig að maður er að berjast fyrir því og að vera frumkvöðl í heilbrigðiskerfinu það er ekki auðvelt, sérstaklega ekki sem ung kona og lítill læknir þannig að þetta er alveg búið að vera ströggl og það er eldri læknar eru hristahausin yfir sem ég er að gera ég klögu til landlæknis og það er ekki góðan hátt og ég kölluð inn á teppið til Ölmu og það var ekki til að hrósa mig fyrir það sem ég var að gera það hvetja mig áfram, það var til að segja mér að halda mig á mottinu og hætta þessu bulli og skilin leyfinu og ég er búin að vera krónís með 1000 konur á biðlista í heilt ár þannig að það er þörf fyrir þessa þjónustu þannig að ég held bara áfram að berjast og bíða eftir að fá sérfræðileyfið mitt þannig að já, en þetta er alveg búið að vera erfitt en ég er með gott fólk með mér sem betur fer Ég veit, það er alveg rétt og þetta er, konur hafa ekki verið að fá nógu góð þjónustu í heilbrigðiskerfinu og við viljum breyta því. Við viljum líka vera bara með betra aðgengi, við erum með þannig þjónustu, við erum með planaða eftirfylgni. Konur sem koma til okkar, þær fá tíma hjá hjúkrunarfræðingi, fá bara langan tíma með hjúkrunarfræðingi sem er þá búin að undirbúa. Þannig að ég veit hvaða konu ég er að fá, ég þekki hennar sögu þó ég hef kannski stuttan tíma með henni.
þær hitta semst á bæði lækni og hjúkrunarfræðing í fyrsta tíma og svo ef þær fá hormónameðferð þá hittum við þær alltaf aftur eftir 3 mánuði. Þannig við fylgjum við eftir, hvernig að ganga. Þær hafa aðgengi að okkur í gegnum heimasíðan okkar, geta sendt okkur skilaboð og hjúkrunarfræðingarnir okkar sem eru svona teymustjórar að þær eru mjög duglegar að svara og konur hafa mjög gott aðgengi að þeim. Það er aðeins erfiðara kannski að fá aðgengi að mér og það eru sumar fúlar yfir því en ég ræð bara ekki við meira. En já, þannig að við reynum svona að gera það og erum sem með bara planað eftirlit og það er svolítið það sem við viljum bjóða upp á. Við erum aðgengilegar, við hlustum, við erum að gefa konum rödd, við segjum ekki, nei þetta er bull í þér, því að yfirleitt er það ekki, hver kona þekkir sjálfa sig best og ef hún segir að það er eitthvað off í líkamannum mínum, þá þýðir ekkert fyrir mig að taka bara einhverja almenna blóðprófur og segja bara það er allt eðlilegt, það er ekkert að þér, ef mér líður ekki vel, þá er eitthvað og þá verðum við að skoða það og það er svolítið það sem við viljum gera. Það er alveg svolítið, það er svolítið einstaklingsbundið. Ef það væri til dæmis beinþynning í fjölskyldunni eða þú væri með byrjandi beingistnun eða eitthvað svoleiðis þá já, myndi ég segja 100%. En það er best að byrja á hormónum innan 10 ára frá því að blæðingar stöðvast. En það er samt aldrei of seint, það má alltaf skoða það. Þannig að það er alltaf eitthvað sem má ræða, segi ég. Nei, það þarf ekki eitthvað að vera en ef það eru einkenni sem eru að trufla þig, að þá myndi ég mæla með því að leita sér aðstofar og svo má bara ræða hitt. Það er ekki fara að nota hormón núna í svona fyrirbyggjandi skyni, þó svo að við vitum að þetta verndi okkur gegn ýmsum sjúkdómum. Það er ekki búið að gefa það út, en það stefnir allt svona svolítið í þá áttina. Þannig að Hana Hönnu Lilju núna, mikill áhugi og rosalega gaman að fá þig og ég veit ekki hvort að það hefði séð, ég minnir að það hafi verið viðtal við Ópru sem var sett á hjartalyf því að hún var með svo mikla hjartsláttartruflanir sem var rakið til hennar breytingaskeiðs og var einmitt hjá köllum og vissi ekkert hvað var að henni, hún skánaði aldrei en hún var bara á erfiðum tíðakvörum. Þannig að það er ýmislegt annað en bara skapsveiflur. Takk kærlega fyrir Hanna Lilja. Óbúslega fræðandi erindi og hún er með heimasíðuna sína og það er spurningalisti þar inni. Já, svona einkennalisti sem að þið getið svolítið speglað ykkur í en endilega ef þið ætlið að fara, skráið ykkur sem fyrst út af því að það er nokkra ára bið. Nei, það er ekki nokkra ára bið lengur. Já, ok, frábært. Ég er búin að ráða svo mikið að nýju fólki. Frábært, takk fyrir Hanna Lilja mín. En við ætlum að taka hana Hilmu Hólmfríð okkar fyrir núna sem er verkefnastjóri fjölmenningarmála hjá Reykjanesbæ og hún er sanggerðingur, hún sagði mér áðan, ég held alltaf að hún væri Keflvíkingur en það er annað mál, ég setja það mækin hérna. En hún er að standa sig ótrúlega vel hjá Reykjanesbæ og er bara með rosalega flotta pælingar hvernig við getum staðið frammi fyrir því að við erum með yfir 30% af okkar íbúum af erlendum uppruna. Þannig að við erum aldeilis að vinna í þeim málum hjá Reykjanesbæ, þannig að gjörðu svo vel, Hilma mín. Takk. Er ég tengt það? Ef ég prófa núna að tala, þá heyrst í mér. Já. Takk fyrir. Er ég með vatnsglas hérna? Nei? Væru til að ræða mig? Já. Einhvern veginn held ég að kemur fyrst pása og svo ég, en ég er samt alveg til. Bjóða mér að vera hér og takk fyrir ykkar innlegg, kæru kollegar. Rosalega gaman að heyra söguna þína Fíta og ofboðslega fróðlegt frá Hönnu Lilju og skemmtilegt. Já, þetta með að vera Keflvíkingur eða sandgerðingur eða hvað, ég segi stundum svona að ég sé Suðurnesja kona, ef ég sé það eins af því við höfum allar verið svolítið skemmtilegt að pæla í þessu líka út frá fjölbreytileikanum, hvað er gaman að tengja. Og okkur er sagt að í íslensku samfélagi þá sé það bara við erum alltaf bara 2 símtölum frá því að ná tengingu. Og við sessunum
búin upp á allt með það uppnæmi. Já, hversu að innflytjendur að gjalda, en ég held samt, mín niðurstaða er sú að við eigum bara að breiða þetta enn frekar út. Og við getum alltaf tengt. Við getum tengt við einhvern skóla, vinnufélaga, eitthvað sliðis. Og innflytjendur sem eru komnir hérna til þess að vera þátttakendur í samfélaginu okkar, þeir hafa líka, þessar tengjur byrja að tengja í samfélaginu. Þannig höldum þessu áfram. Höldum áfram að reyna að tengja. Þetta mun styrkja okkur og styrkja okkur. Já. Ok. Gerði þið það? Eyþór þekkir mig alltaf, hann veit að ég geti sniðar að brusast og svona. Ég held ég hef ekki gert það. Það er off, sko, en núna. Hann var á off. Nú heyrist, já. Mér liður líka þannig, en svo heyrist aðeins betur í mig núna. Já, að vera Suðurnesjakona, það var það sem ég var að segja. Ég er úr Sandgerði, fædd og uppalin og fólkið mitt er þaðan. Og svo var ég alltaf í fimleikum í Keflavík, þannig ég er alltaf alin upp í íþróttahúsinu við Sunnubraut. Og það var einhvern veginn bara þannig að ég bara húkkaði mig far til Keflavíkur leið og skólinn minn var búinn og svo vorum við sóttar þegar við vorum ekki lengur með B-salinn við Sunnubrautina. Og vorum bara að ganga frá öllum áhaldunum inn í áhaldakennslu. Og svo eignaðist ég mann frá Njarðvík, byrjuðum saman snemma. Og þannig að ég líka svona og svo eftir að hafa búið í Reykjavík í svolítinn tíma þá fluttum við aftur tilbaka og búum í Njarðvík. Þannig ég sé alltaf bara ég svona Suðurnesjakona, tengist þessum byggðarkjörnum flestum. Ég er komin inn til að tala við ykkur samfélag í krafti fjölbreytileikans. Og ég var svo lánsöm að fá starf hér hjá Reykjanesbæ sem verkefnastjóri fjölmenningarmála. Ástæðan fyrir því, fyrir utan það að hafa flutt tilbaka og í Njarðvíkurnar, er svo að ég er menntuð sem félagsráðgjafi og var strax á meðan ég var að læra, hafði ég mikið og var aðeins að vinna með fólki af erlendum uppruna og var mikið svona að skoða þessa samfélagsbreytu. Hvað hef ég langan tíma? Og ég var einhverjar hér, kannski voru líka í gær í íþróttahúsinu Sunnubraut sem komum núna aftur að. Það var svona starfsgreinakynning fyrir krakka og þau voru að spyrja hvað er félagsráðgjafi, hvað er? Og ég segi það er oft svona, það er svona ráðgjafi sem er að hjálpa fólki í einhverjum aðstæðum, í einhverjum aðstæðum sem að því við hliðina mér voru barnaverndarstarfsmenn, það eru börn sem eru í erfiðum aðstæðum. Við erum að hjálpa þeim annarkvort út úr aðstæðum eða breyta aðstæðum. Og ég hafði mikinn áhuga fyrir fólki af erlendum uppruna sem var komin inn í íslenskt samfélag og var í þeim aðstæðum. Þegar ég var útskrifaðist þá fór ég að vinna hjá Reykjavíkurborg og var alltaf með mikið af fólki af erlendum uppruna og var í svona verkefnum tengt flóttafólki. Svo fór ég að starfa hjá velferðarráðuneytinu sem var þá í svona stefnumótunarvinnu og flutti svo hingað og þegar ég var búin að búa hér í smá tíma þá kom þetta starf verkefnastjóri fjölmenningarmála. Þannig að þá fór ég svona að velta fyrir mér þessari samfélagi Reykjanesbæjar og hvernig gerum við það gott í þeim fjölbreytileika, með þeim fjölbreytileika sem hér býr. Ég var oft svolítið, er ennþá oft svolítið spurð út í þessi 30% sem er að erlendum uppruna eins og ég sé aðeins að einbytta mér að þeim, en ég er það ekki, það eru þessi gleru og veltaði fyrir sig, hvernig byggjum við gott samfélag í heildina, en setjum alltaf þessi gleru upp að sumum er það áskorun að taka þátt. Gleymdi hennu. Ég ætla að sýna ykkur. Að ég nefnilega hef verið með þennan oft með mér, sem er svona kærleiksbjörn. Þegar ég er að tala um þetta svona. Að því þetta með samfélag fjölbreytileikans og svona gott samfélag, þetta er ekkert mikið öðru síðan að vera bara með svona kærleiksbjarnastöru. Að við séum svolítið tilbúin til þess að horfa á samfélagið okkar og þykja bara dálítið vænt um það og vera að skapa tækifæri fyrir fólk og horfa til sumum er það áskorun. Þannig ég er með smá verkefni handa ykkur. Ég ætla að vera með
töfluna en ég held ég náði ekki. Já, hann hann, veltið sætur. Ég ætla að biðja ykkur núna í 1 mínútu að segja mér hvað það og hvernig samskipti einkennast af virðingu. Og hvað, þú veist, bara orð eða stemning eða eitthvað, hvað virðing? Þannig að talið nú saman 2 og 2 og þið hafið 1 mínútu og þið með byrja núna. Ok, flott. Mínútan er liðin. Takk fyrir. Og nú ætla ég að biðja ykkur og af því að bara aðeins að skerpa því ég hafði svona ætla að skrifa þetta niður en við erum með svo ógeðslega gott minni og svo góð orka hérna að því vil ég kasta til mín svona orðum, vil ég segja mér eitthvað sem kom. Hvaða samskipti einkennast af virðingu? Hvað það í hegðun okkar? Að hlusta, virk hlustun, umburðarlyndi, samkennd. Já, ég heyrði samkeppni svo vel, hún sagði ekki samkennd. Samkennd. Sitt í spor annara. Góð hlustun, virk hlustun. Já, samþykkja fólk og ekki dæma það. Gefa því pláss. Já, ok, ímyndið ykkur núna, allt þetta sem við vorum að segja núna, virk hlustun og að við erum í svoleiðis umhverfi. Við erum bara í þannig umhverfi. Hvernig líður okkur? Þetta er vel. Hvernig taugakerfið? Svaklega slagt. Og hversu mikið treystum við okkur til þess að tala og vera? Rosalega vel. Ég ætla að gefa ykkur annað verkefni, 1 mínútu. Gera hitt. Pæla aðeins í vanvirðingu. Hvað það? Hvernig hegðun, hvernig samskipti eru það sem er vanvirðing? 1 fyrir að byrja. Ok, geggjað. Takk. Takk æðislega. Ok, vil ég, og takið aðeins eftir orkunni sem kemur í salinn þegar þið kastið þessum orðum fram. Hvað orð komu? Hunsa, áhugaleysi, hroki, útilokun, dómharka. Hvað segir þið? Eintal, já, bara mónologa svona eitthvað, hlusta ekki á hinn, einmitt. Já, einmitt, eða horfi hinn að vera í símanum eða eitthvað svona, já, ok. Eitthvað svona með raddblægin. Ríkitótt svona, dalti svona, yfirleiti. Þá ætlum ég að biðja ykkur, þegar og allar lendum við þessu, ef að verða fyrir svona framkomi einhvern tímann og við lendum líka allar í því einhvern tímann að koma að einhverju leyti svona fram. Voru ekki allir nálægt þannig að við erum allir lókt tíðarhengsins?
Já, að ef að við segjum, nei, ég kemur eins fram við alla, ég gera, það kemur aldrei fyrir mig, þá bara skoðum við aðeins betur. Já, bara pæla aðeins í, hvenær gerist það. Hvaða tilfinningar eða hvernig viðbrögð koma þegar okkur sé, hvað sagði, hunsun, útilokun, frikil, já, hvað gerum við? Við verðum sár, kannski? Vörn, fyrir inn í okkur. Tölum okkur niður, einhvers verður brjálaður. Já. Já, sem verður eitthvað svona gír á móti. Alveg hérna. Já, alveg hérna. Bara í sama gíri, nú ætlum ég bara að vera í símanum líka. Ef við veltum þess aðeins fyrir okkur, ástæðan fyrir að tala um þetta, sumir verða aftur og aftur fyrir þessari framkomu. Það alveg, og Fíta var hans að segja frá sáðan, akkurat þessu. Og hvað gerist, eins og við vorum að segja áðan hann, þegar við segjum hvernig líður okkur taugakerfi ógeðslega slakt og við erum bara ógeðslega öruggar og eitthvað er alltaf komið ógeðslega vel fram með okkur. En ef við lendum aftur og aftur í því að við erum að fá hunsun eða tala niður til okkur, það ekki hlustað á okkur alla leið, þá erum við líklega til þess að mæta á staðinn þarna sem þau sögðu óöruggar eða jafnvel þessi brjálaða típa. Það bara koma inn og segja þeim, áður en að þau segja mér, þá ætlum ég að segja þeim. Það bara mismunandi hvernig við gerum það og það geta alveg verið einhverjir hópar og við getum talað fólk af erlendum uppruna í þessu og ákveðið útlit, ákveðin húðlit, ákveðin klæðaburð, getur líka alveg sett unglinga, getur sett alls konar inn í þetta og velt því fyrir okkur og ég held að við ættum að velta því líka aðeins fyrir okkur hvað ég að gera, hver ég, af hverju ég eins og ég og hver eru áhrifin mín, hvað ég að gefa frá mér, hversu oft lendi ég í því að missa stjórnarskapu mínu eða kom ekki alveg eins og ég var ekkert alveg að hlusta og svona. Þannig ég ætla að gefa ykkur þessa heimavinnu af því að menning og hver við erum, mér finnst alltaf gott að hugsa bara eins og sé með bakpoka, svo safnast bara í hann. Hvað, eitthvað sandgerðingurinn í mér eða, fimmleikarnir og ægin sem að ég bjó við þar og svona, þess að allt safnast félagsráðgjöfin, allt safnast í pokan og gerur okkur að því sem að við erum. Sumt í pokanum svakalega þungt og þurfum einhvern veginn, stundum þurfum við aðeins að létta á. Tekum það ekkert endilega úr bakpokanum, sumt svakalega plássfrekt. Oft uppruni mjög svona plássfrekur í bakpokanum okkar, ekkert endilega slæmt, þá bara erum við einhvern veginn að tengja hérna á milli fólks og svona eitthvað aðeins að pæla. Hvað þínu bakpoka sem ekki mínum eða hvað við sameiginlegt eða eitthvað þannig. En þegar við erum í kringum fólk, þar sem allir eru með mjög ólíkan farangur, þá verðum við oft bara eitthvað svona, byrju ég næ ekki alveg að lesa þennan leik. Og þegar við erum í kringum fólk, þar sem allir eru með allir svipað, þá getum við orðið rosalega svona örugg og við getum vitað bara líka við hvað fólk að hugsa án þess að það klári setningarnar sínar. Þannig við erum kannski líka aðeins að velta fyrir okkur stundum, einhver hér sem er bara með allt annan farangur en ég og ég þarf kannski að útskýra eitthvað sem er bara mjög basic. Ég þarf bara að segja frá hvernig þú stendur við eða hvað verður gert í kaffihlénu eða eitthvað svona. Það bara oft mjög sniðugt að fara bara fram og það allt í lagi að þú spjallir við einhverju ókunna. Þetta bara svona hópur þar sem það bara í góðu lagi. Stundum það að segja eitthvað svona sem okkur hinum finnst kannski basic. Þannig að í bakpokanum má segja að fjölmenningin bara alls konar og upprunin einn þátturinn þar. En í samfélagi fjölbreytileikans það það mjög mikið. Upprunin oft bara, eins og segja, kannski þungur. Nei, hann plássfrekur, ekkert endilega þungur, en hann tekur pláss hjá okkur. Og oft bara gott pláss. Segir okkur svolítið svona hver við erum og mátt alltaf bara ánægja með það. En hvað þetta þá með samskipti? Hvernig eigum við samskipti á milli og hann með bakpokan og svona, stundum ætlum við bara að segja, getum við bara sagt hlutinn og þú veist bara nákvæmlega hvað ég meina. En stundum þarf ég að útskýra hlutinn svolítið vel. Þannig að
það að ég komi skilaboðum mínum til Guðnýjar eins og ég ætlaði þeim að skiljast, það getur bara verið ótrúlega flókið. Stundum segjum við eitthvað og hún skildi einhvern veginn bara allt annað en það sem ég var að segja. Og það gerist alveg merkilega oft. Það svona þetta þrennt sem ég hef verið að hugsa og ég þarf alltaf að einfalda hlutina. Það að við sýnum svolítið hlýju og það þýðir ekkert alltaf eitthvað sjúklega væmið. Og ég þurfti svolítið að venjast í og ég þurfti bara að taka mig á. Þú veist, það bleikur regnbogi hérna á þessum bangsa að því við þurfum svolítið bara að vera, það bara partur af svona toughness. Og hlýja ekkert alltaf bara væmið. Og við þurfum að hafa innistæðu fyrir því sem við segjum og við þurfum að geta hlustað. Það sem að mér finnst, ég var að tala að mér þetta einfaldleikinn er alltaf góður og hef verið með verkefni, sjálfa mig í verkefni, einmitt þetta með virka hlustun og ekki kæfa fólk með sögum, af því okkur dettur kollurinn á okkur langflestum virkar þannig ef einhver segir okkur sögur, þá dettur okkur eitthvað annað í hug. Það alltaf til svipað og óslega sniðugt og býðum þetta alltaf eftir að geta sagt þá sögu. Og bara, þú veist, hlustum þegar þetta kemur upp og þegjum. Þú veist, bara þessi saga, hún skiptir engu mál. Spyrjum allavega einnar spurninga, þessi gæi hérna með öll spurningar með ein spurning í það minnsta. Þó okkur finnist sagan ekki einu sinni áhugaverð, helst 3. Og oft þegar fólk af erlendum uppruna eða þú veist, með eitthvað allt annað í bakpókunum sinni, þá eru bara, ég veit ekki alveg, þú veist, já, þetta bara svona á Íslandi, þetta bara svona, nú ætlum ég bara að útskýra, ef fólk segir okkur einhverja sögu sinni uppruna, þá fyrir við einhvern veginn, já, en á Íslandi, bara hlusta, af hverju var þetta svona, hvað gerðist og hvernig, þú veist, bara spurningar, spyrjiðum. Þannig að ég ætla aðeins að sýna ykkur þessa hérna, að því mér ást hún tengja svolítið því sem að Fíta var að segja áðan. Helst viljum við vera í þannig samfélagi, þetta svona, að við séum hér. Að við þurfum ekki stuðninginn. Við erum bara að byggja þannig samfélag, við getum aflað okkur upplýsingar, við getum fengið stuðning, við getum sótt þessa styrki eða hvað sem við erum að gera. Stundum þarf þetta hér, þurfa sumir að fá hérna auka kassan, það ekki ósanngjarnt. Það ekki neitt að vera vondur við neitt, við erum bara ekkert að vera vond við þennan hérna, þó við styðjum þennan hérna tvöfalt. Þannig að það svona pælingin hjá mér, að við þurfum alltaf að hugsa þetta í stóra samhenginu, hringdi klukka mín, og pæla í nærsamfélaginu okkar, hvaða áhrif hefur það þar og svo bara hvað ætla ég að gera, hvað get ég gert, hvernig get ég hlusta betur, hvernig get ég gefið öðrum betra tækifæri. Og það tvennt, að við þurfum hugrekki, við þurfum að þora að stíga fram. Sumum það áskorun að bara fara inn á kaffistofu eða mæta á svona viðburð eða eitthvað svoleiðis. Öðrum það mikil áskorun að standa hérna upp eða annað. En bara opnum, hleypum fólki inn og hjálpum því þar sem að við erum í svona ríkjandi stöðu. Og það akkúrat það sem við erum að gera hér í dag. Minn ykkur á heimaverkefnið, það engin skil, en hérna bara spyrja ykkur þessara 3 spurninga og bara aftur og aftur aðeins bara hver ég, af hverju ég svona og hvað áhrif hef ég. Takk fyrir mig. Kæra þakkir Hilma mín. Nú ég að fara að hleypa ykkur í létta veitingar og kynningabása. Við erum náttúrulega komin yfir tíma, þannig að þegar ég kem og nægi ykkur eftir vinsamlega slíðið mér aftur inn í sal. Gjörið svo vel.
Jæja, kæri konur, þá ætlum við að byrja aftur ef ég fæ hljóð hjá ykkur aðeins. Kannski bíða eftir formanninum. Jæja, kæri konur, þá höldum við áfram. Við erum náttúrulega algjörlega steinútbrunnin á tíma eins og okkur svo sem grunaði, en partírútan kemur og sækjar okkur eftir 55 mínútur og við hellingadagskráð eftir, þannig að vinsamlegast setjist niður og okkur barst kveðja sem ég langar að spila fyrir ykkur hjá góðri konu sem komst ekki til okkar í dag, þannig að mér langar að spila kveðju frá henni. Nú sé ég ekki hvað ég er að gera. Ég er með sérlegan aðstoðarmann í dag sem er algjörmeistari. En hér er kveðja sem að ráðstefnunni barst. Sælar kæri konur, mér finnst ofboðslega leiðilegt að geta ekki komist á landsbyggðarráðstefnuna hjá okkur á Suðurnesjunum, en eins og þið sjáið þá er ég hérna á Akureyri og ég er á leiðin á Húsavík að funda með fólki, en ég hlakka bara til að vera með ykkur sem allra fyrst og njóti dagsins. Kærar þakkir fyrir það. En Kristrún Frostadóttir bað að heilsa ykkur, hún ætlaði að reyna að vera með okkur í dag en náði því ekki sökum Anna, en við erum með heila halarófi að flottum konum, en mig langar áður en við höldum lengra að fá Þuru mína hérna til mín. Þura er varaformaður FK Suðurnes og hún ætlar að brýna ykkur. Já, herðu, heyrst í mér? Nei. Þetta er ekki. Þessi? Ég er að tala hérna í loftnetið. Ég er ótrúlega tæknileg. Maður tala sem sagt ekki í loftnetið, bara þannig þið vitið. Praktísk atriði, bara varðandi kvöldið og morgundaginn og skráningar og alls konar svona skemmtilegt. Ég er búin að vera svolítið í því, setja nöfn og X og 1 og eitthvað í skjölin. Það eru 2 listar hérna á ganginum, þannig að ef að þið rennið yfir það eða munið ekki alveg hvort að þið voru skráð eða ekki, vil ég láta okkur vita í stjórninni eða mig, ef þið sjáum mig núna, náttúrulega, vitið hver ég er, bara til að double-checka hverjir eru skráðir í mat, hvort að þið eru að fá réttan mat og svona, hverjir ætla að koma með í Bláa lónið, hverjir ætla að koma með í rútuna í Bláa lónið og hverjir fara sjálfar og svona, og hverjir ætla að vera með í hádegismat. Af því það var einhverja sem að kannski taka ekki hádegismat en ætli í lónið og svona, það væri rosa gott að vita það. Þannig að það eru listar hérna á ganginum, við erum með 2 aukalista sem við getum látið þetta ganga og kannski gerir það bara, eða ekki, fyrst allir sitja. Nei, penna og þið getið þá krossa við eða sett nafnið ykkar á ef þið sjáu það ekki á listanum og svona. Þannig að okkur langar að vita, sem sagt, eru þið með í mat, þá ætlum við að láta hótelið vita. Mögulega ef þið eru með ónæmið, það verður líka gott að vita það. Við erum búin að panta, það er mikið af fisk og fiskmeti, þannig ef það er ekki eitthvað sem hentar ykkur, þá gott að vita það. Bláa lónið og lönns, þannig að það er á listanum. Ég ætla að ná í listan, láta hann ganga og penna, þannig að meðan þið hlusti þá geti rentið við þetta. Fyrir ykkur hinn þá bara skiptir það svo sem ekki miklu máli. Kæra þakkir, Þura mín. Nú, þegar maður planar svona kvennaráðstefnu, þá þarf maður líka að virða jafnrétti, þannig að við fengum sérstakann leynigest sem er bæjarstjóri Reykjanesbæjar sem langar að segja nokkuð velvalin orð við ykkur. Gjörðu svo vel, Kjartan Már. Ég ætla að syngja fyrir ykkur. Nei. Komið sælar allar og velkomnar í Reykjanesbæ, þið sem ekki eru hér. Gaman að sjá okkur. Ég sé að þetta er nú sambland af business and pleasure, það er nú bara mjög gott. Má ég setja þetta á eyrað? Okay. Eyrað er að verða fullt, ég er nefnilega nýbúin að fá með heyrnartæki líka, þannig að gleru og heyrnartæki. Og svo þetta, það er eins gott að eyrun haldi almennilega. Þetta er eitthvað skrítið.
Gerðu þetta bara svona. Heyriði, hérna, ha, já, það hægt? Já, hérna, hvað átti ég að tala lengi, Gunni? 10 mínútur? Ok, ég skal, hérna, virða það alveg út í ystu æsar. Ég vissi ekki ég væri leynigestur. Ég frétti það þegar ég kom hingað. En mér fannst svolítið skrítið þegar ég fór að skoða dagskrána í gær að ég var hvergi nefndur á nafn í dagskrána. Þannig að nú skil ég það betur. En það myndi mig á það að við vorum að tala, ég var að segja einhverjum frá því hérna áðan frammi að því sem munið eftir Hemma Gunn þáttunum, að Hemmi var stundum með leynigesti í þáttunum. Og það var yfirleitt einhver sem allir þekktu og menn fengu svona 10 já og nei spurningasalurinn að spurja og gesturinn kom með poka og svo þau gátu ekki þá var pokinn tekinn af og að já, þetta er hún eða hann eða eitthvað, auðvitað. Einu sinni kom það fyrir að þau gátu ekki svarað og Hemmi lappar á og tekur pokan af og það þekkti engin gest. Þá var þetta eitthvað vinur Hemma sem hann hélt að allir vissu hver væri en það var aldrei ekki hann. En sem sagt, ég heiti Kjartan Már Kjartansson og er bæjarstjóri Reykjanesbæ, búinn að vera það síðan 2014 og ég ætla að segja ykkur í nokkrum orðum aðeins Reykjanesbæ og það sem er að gerast hér og hefur verið að gerast. Svo ætla ég að fara aðeins inn á önnur mál hérna í lokin, svona eftir 8 mínútur eða svo. Við erum rosa heppin í Reykjanesbæ, við erum með mikið af góðu fólki, bæði körlum og konum og öllum hinnum líka. Og núna er svo sérstaka staða uppi sem ég held að hafi aldrei verið áður að það eru 7 og bráðum 8 af 11 bæjarfulltrúum konur. Já, þið eru sem sagt að taka yfir stelpur. Og það er bara mjög gott og það er líka verið svona ákveðin kynslóðaskipti í bæjarstjórnin okkar frá síðustu kosningum, þannig að þetta er að gerast. Og við erum líka höfum fengið jafnlaunavottun tvisvar sinnum núna, eða einu sinni og svo var það staðfest og við höfum líka fengið jafnvægisvogina sem að þið veitið og í framkvæmdastjórn eða sviðsstjórahópnum okkar voru 6 fulltrúar þegar við fengum jafnvægisvogina síðast, 3 kallar og 3 konur. Svo er 1 kall komin í viðbót, þannig að það eru 4 kallar og 3 konur í dag. Þannig að við erum svona að gera þetta held ég eða svona eins vel og hægt er. En svo eru bara einhvern veginn ennþá þannig eðli starfa hjá svona sveitarfélagi eins og okkar að það mikill meirihluti allra starfsmanna eru konur. Og það tengist kannski, ég veit ekki, skólum náttúrulega, skólar eru mjög stórir vinnustæðir, bæði grunn- og leikskólar. En við erum heppin að því leytinu til að við erum bara með fyrst og fremst frábært fólk. Þetta gengur vel hjá okkur. Það eru rosalega mörg stór verkefni í gangi núna í Reykjanesbæ. Þetta er náttúrulega svolítið, við höfum í gegnum tíðin eins og þið hafa kannski heyrt og fylgst með verið mjög sveiflukennt sveitarfélag og samfélag, Suðurnesin. Við vorum útgerðarbær seint eða frá miðri síðustu öld og svona þar til kvótakerfið var sett á okkur 1980 og þá var þér mikil breyting. Herinn var mjög stór vinnuveitandi hér á svæðinu og við höfum búið við þá sérstöðu kannski að vera með svona dóminerandi eða mjög stóra vinnustæði sem að hafa verið langstæstir og það er eina af áskorunum sem við þurfum að glíma við og það er að reyna að fjölga hér atvinnutækifærum og þið komið að því með okkur. Og við reynum að dreifa áhættunni meira, við getum orðað það þannig. Svo þegar herinn fór 2006 þá var hér mjög erfiður tími. Svo kom bankahrunið 2008 og það ekki batnaði staðan. Og svo fór að gjósa í Eyjafjallajökli og þá lokaði flugvöllurinn. Og þið skiljið þetta er svona alveg tröppugangur. Svo verður Ísland allt í einu inn 2010 eftir Eyjafjallagosið, þá fattaði heimsbyggðin hvað þetta er geggjað land sem við búum í. Vá. Og ferðamenn fóru að fljúga hingað og WOW var stofnað, flugfélagið WOW. Og það var alveg þvílík sprenging í ferðaþjónustu. Og WOW bætti við flugvélum og fyrir hverja flugvél sem að
bætist við flotan hér upp frá þá fylgja 1000 störf. Þannig að það fór allt í gang á flugvöllunum. Og svo kom COVID. Nei, fyrst fór Vá á hausinn. Og þá kom svona smá niðursveifla og svo kom COVID og þá lokaði flugvöllunum bara í 2 ár. Þannig að þið séu að þetta búið að vera og bara svolítið svona. Núna akkurat staðan hjá okkur miklu betur. Við erum búin að ná ágætlega utan það sem að voru svona fjármálavandræði í sveitarfélaginu í smá tíma. Okkur gengur miklu betur. Við erum að glíma við fullt af áskorunum, fullt af þeim ennþá. Og flestar jákvæðar að þýlitinu til dæmis að þegar ég hóf störf í þessu starfi 2014 þá var eitt af mínu fyrstu verkefnum var að heimsækja nýja, eða ekki nýja, þau voru reyndar að eigna sitt 3. barn á þeim tíma sem var 15.000 íbúi í Reykjanesbæjar. En það var dæmigert að það voru pólsk ung hjón á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja sem höfðu búið hér í einhvern tíma og núna eru íbúar 23.000, þannig að frá 15.000 upp í 23.000, það sko meiri 50% fjölgun á þessum tíma og það meira held ég að ég geti sagt en nokkuð staðar annars staðar. Og það sem annað sem áskorun fyrir okkur og þessu tengt að núna 3/4 íbúa af erlendu bergi og það yfir 100 þjóðerni sem búa hérna hjá okkur. Þetta get ímyndað ykkur í skólum og leikskólum og öllu, þetta eru áskoranir, vissulega. En við tökum þessu öllu með bros og vör og taklum þetta bara eins og við frekar getum. Það margt mjög gott að gera í atvinnumálum hjá okkur. Við erum að reyna, eins og ég segi, fjölga atvinnutækifærum. Og núna eru stór verkefni sem tengjast meðal annars öllu þessu landsvæði sem losnaði þegar herinn fór og bæði þau svæði sem eru þar í gömlu herstöðinu sem nú heitir Ásbrú og líka auðum svæðum hérna á milli Keflavíkur eða flugstöðarinnar og þessu. Við erum að byggja þetta saman upp. Við erum að fara í massífa uppbyggingu hérna við Njarðvíkurhöfn. Landhelgisgæslan ætlar að eiga hér heimahöfn fyrir minnsta kosti 1 eða 2 sínum skipum. Afsaki. Og síðan átti að verða reisa álver í Helguvík, sem þið heyrðu það, og kísilverksmiðju. Þetta fór allt einhvern veginn út gluggann og við erum að vinna ágætlega úr því núna. Nú eru mjög öflugir aðilar búin að kaupa það sem átti að vera kerskálar Norðuráls, að breyta því í græna iðngarða, frábærir og kraftmiklir einstaklingar þar á ferð. Og kísilverið við erum að semja við eiganda þess sem að núna Arion banki svona hvort við getum ekki komið því á landi og þeir fengið einhvern pening upp í það. Og þetta heita grænir iðngarðar. Síðan Samherji undirbúa fiskeldi hér út á Fitjum, stærsta landeldi, ekki í sjókvíum, þið veitir, ekki laxinn sem fer upp í árnar, heldur landeldi. Það stærsta í heimi og ég veit ekki hvað World Class að fara að byggja hér 5-stjörnu hótel og flotta líkamsræktarstöð og í dag vorum við að taka fyrstu skóflustungu af verslunum, 2 verslunum, Bíkó og Krónunni og það verður flottasta Bíkó og það allt flottast í okkur og flottasta Bíkó og flottasta Krónubúð landsins sögðu þau mér. Það verður bara gaman. Heyrði, en þannig að þetta allt saman í góðu lagi hjá okkur núna og bara gaman. Það rosa gaman, nóg að gera, allir hressur og kátir. En, svo kemur en. Nú ætlum ég bara að vera einlægur við ykkur. Og svona, það heitir að berskjalda sig. Og það það að ég búin að vera stjórnandi meir og minna í tæp 40 ár, 38 ár. Byrjaði 24 ára sem skólastjóri í tónlistarskóla með 30 kennara. Ég fiðluleikari og fiðlukennari. Og það var rosa gaman og svo hætti ég því eftir 20 ár og lærði meir og menntaði mig, fór í MBA eins og annað hver Íslendingur núna og búin að vinna svona hinga og þangað núna hjá Reykjanesbæ sem bæjarstjóri var í bæjarstjórn í gamla daga og það sem ég að segja ykkur að ég hef alltaf unnið við stjórnun og alltaf verið á fullu, alveg á 120% alltaf, bara bang, rosa gaman, verið heppin, alltaf skemmtilegt og leið og eitthvað verið leiðilegt, þá fer ég í fílu og hætti bara, þess vegna hef ég stundum skipt, verður að vera gaman og verður að vera áskorun, þannig það búið að vera, þangað til í febrúar á þessu ári, þá gerðist eitthvað. Og ég eiginlega svona byggur að passa ykkur, því ég veit að þið eru metnaðarfull og fullar, allar. Þá gerist eitthvað og ég svona
fann að þetta var ekki alveg að gera sig nægilega vel, þannig að ég fór til sálfræðings og fekk skimun á það sem var í gangi. Og niðurstaðan af því var að ég var mjög nálagt kvíða, þunglyndi og kulnun. Þannig að maður þarf að passa sig. Þó ég hafi verið, þú veit, allt gekk vel og það var rosa gaman og, þið vitið, þá bara, Og ég eiginlega svona að biðja ykkur að því hér stendur maður sem að, ég hef ekki sagt þetta svona opinberlega áður, ég hef bara rætt þetta við vini mín og fjölskyldu, en ég yfirleitt talið vera rosa hress og kátur og í stuði og svona, og það það í eðli mínu, en samt getur þetta gerst líka. Og bara passið ykkur, gerið það fyrir ykkur, alla hinna, því að ég að vera búið með tímann, ég ætla enda því að segja, ég ekki búinn að ná mér alveg, en mér líður miklu betur og þetta tekur langan tíma. Sumir ná þessu aldrei, en ég held að ég sé nú að ná þessu. Ég ætla að segja ykkur tvennt á lokum, að ég las einhvern tímann rannsókn sem var gerð af einhverjum nemanda háskólanum eða doktorsnemi eða eitthvað í Bandaríkjunum sem tók viðtöl við 500 manns á dánarbeðinu. Og rannsóknarspurningi var einhvern veginn svona, ef þú gæti lifað aftur, myndirðu vilja gera eitthvað annað eða öðruvísi. Og svörin voru náttúrulega allavega, mjög margir og hátt hlutar sögðu, já, ég hefði viljað hafa eitt meiri tíma með fjölskyldunni eða mínu nánustu, en það var enginn sem sagði, ég vildi ég hefði unnið meira. Ég vildi ég hefði verið lengur á skrifstofunni eða í vinnunni. Það var enginn sem sagði það. Þannig að þetta svona skilaboð bara frá mér, því hafið þetta bara fyrir ykkur. En svo langar myndi að segja ykkur líka eina skrýtlu í lokin sem var svo að það voru hjón sem voru að fagna 75 ára, já trúið mér, 75 ára brúðkaupsafmæli. Hugsið ykkur að þetta skulle vera hægt að leggja þetta á fólk. 75 ára brúðkaupsafmæli og það tekið viðtal við þau svona í tilefni dagsins og fréttamaðurinn útvarpsvitar réttir hljóðnemann að þeim og segir, og hverju þakkið þið svo þetta farsæla hjónaband 75 ár? Þá náttúrulega tók kallinn af skarið og svaraði, já það nú bara út af því, væni minn, að við ákváðum strax í okkar hjónabandi að ég myndi sjá öll stóru málin, hún bara svona litlu málin. Og þá snýr fréttamaðurinn sér að konunni og segir, og ert þú sammála þessu frú, þetta svona þín upplifun? Já, þetta nú rétt hjá honum, svo. En það hefur nú bara verið okkar gæfa, það hafi ekki komið upp neinn stór mál. Tímundur. Takk ykkur fyrir og góða skemmtun. Ég er farin. Kæra þakkir, Kjartan Már. Já, ég ætla að undirbúa Guðfinnu á meðan það smá myndataka, á meðan Guðfinna getur gert sig klára og ég heyra það myndataka í uppsetningu. Þetta er svona þegar kallmaður kemur á staðinn, það verður allt vitlaust. Jæja, við höldum ótrúlega áfram. Nú kemur hún Guðfinna okkar, Sesselja Bjarnadóttir, sem er framkvæmdastjóri LC Ráðgjafar, fyrrum rektor Háskóla Reykjavíkur og fyrrum alþingiskona. Vertu velkomin, Guðfinna. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Komið sælar. Ég horfi yfir salinn, ef ég gæti boðið ykkur hingað þá myndið þið sjá það sama og ég. Fegurðarstuðullinn er alveg rosalega hár. Og það er alltaf svo gaman að sjá konur koma saman og ég er ekki að tala ytri fegurð bara, skiljiði mig, ég skynja þessa fegurð alla leið.
Mig langar að segja ykkur frá þessu kraftaverki sem ég er að ræða og það kemur kannski ekki á óvart að kraftaverkið lífið sjálft. Hugsið þetta aðeins. Aldir aldanna og allur tími sem mannkynið hefur lifað, vitið hvað lengi? Sumir segja 200.000 ár, það að segja Homo sapiens, aðrir segja 300.000 ár, en hvað það við fáum stuttan tíma. Því lít yfir þá ég sannfærð að ég elst. Þið eru þá annarkvort unglegri en ég, eða yngri, eða bæði. Og þá hugsa maður þessi tími sem maður á. Kannski sumir 90 ár, ef við förum vel með okkur. Hvað segir læknirinn? Já, tökum hormónan okkar og 85-6 ári meðal. Já. Mér langar aðeins að tala lífi sjálft nefnilega og ég ætla aðeins að sýna ykkur, ég með smá dagskrá. Vissuð að ég var ein af þeim sem að stóð að auði krafti kvenna í gamla daga. Munið svolítið að því. Við vorum 3 saman. Ég er ekki með heyrnartól eða neitt svoleiðis. Við vorum 3 saman og nú leiðtoga auður partur af FKA. Og svo var kynning á mér áðan og ég verð að bæta því við að auk þess þá hef ég hlotið þakkaverðlaun FKA sem ég endalaust þakklát fyrir. En við langar að tala lífið sjálft í dag. Og fyrst af öllu bara aðeins að minna okkur á þessar stöðubreytingar, svo langar mig að fara í forna speki og spekuler í henni og þá svona aðalefnið að gefa dæmisögur frá Háskólanum í Reykjavík og ég var fyrsti rektor skólans, ég veit ekki hvort þið viti það, en ég sé nemendur sem hafa verið með mér, æðislegt, og svo líka nýtt fyrirtæki sem ég var að stofna sem heitir Magnavita. Og fyrst af öllu þá aðeins að spekulera í hvernig heimurinn lítur út. Við höfum verið að ræða tíðarhringinn, hann ekkert á með við þetta. Þið vitið það eru aflvakabreytinga út allt, þessir aflvakar ekkert allir vola spennandi. Það loftslagsmálin, tæknibyltingarnar, gervigreindin og alls konar upplýsingaóræða og samfélagsmiðlar. Og það mætti halda að ég var einhver dómadagsmanneskja að tala svona hluti en þetta bara raunveruleikinn sem blasir við. Og þá finnst mér svolítið skemmtilegt að vinur minn sem var leynigesturinn okkar, hann talar að maður má ekki fara og geist. En hvað gerir maður í svona heimi? Guð mig góður. Ég meina, maður þarf aðeins að slaka. Vitið þið það? Læknirinn okkar, þessi dásamlega Hanna sem hér, hún var að tala alla hormónuna, ekki bara kynhormónuna, heldur oxytocin og þessi hormónar sem myndast, standa þessu upp. Það gefa þér smá oxytocin. Komdu. Þetta ekki oxytocin? Fannst þetta? Þetta svo gott. Við eigum að faðmast meira, Og hver var með kærleiksbjörnin sinn? Maður á alltaf að vera með hann, allstaðar þar sem maður Vitið, lífið ennbla flóki ekki bara fyrir okkur í þessum heimi, heldur fyrir alla. Og þegar maður hugsar, vá, flókin heimur, hvernig ætla ég að akta? Já, kulnun raunveruleiki í svona flóknum heimi, það alveg pottþétt. Og kröfurnar sem við gerum á okkur sjálfar, stelpur, hugsið þetta aðeins. Það ekki bara samfélagi, heldur við sjálfar, sem erum oft bara vestar við okkur. Þekkið þið þessa rödd í heilanum sem, hvað ég að pæla? Ekki get ég þetta. Já, nei, ég alveg ómig. Guð, ég svo hallarisleg, get ég eitthvað verið að standa fyrir fram á. Þekkið þessa rödd? Vitið þið það, hún bullari. Þið eigið ekki að taka mark á henni. Hún bullari. Takið hana frá, leyfið henni að vera þarna, en takið hana frá. Hún bullið. Vitið, við hugsum með hjartanu. Og við hugsum opaslega mikið af flottum hugsunum bara með öllum líkamannum, ekki bara þessi rödd sem að efast okkur. Þið megið taka hana alveg burtu. Já, við lifum í svona heimi og þá svo mikilvægt að við áttum okkur á því hvernig viljum við nota þennan tíma sem við höfum. Hann stuttur. Ég veit það, ég veit ekki hvort að þið eru búin að fatta það. Þetta stuttur tími, hvernig ætlum við að nota hann? Og þá þarf maður að eiga sér sína eigin stefnu. Og ég tala bæði fyrirtæki, ef þú ert að stofna fyrirtæki, eða átt fyrirtæki, eða reka fyrirtæki, en ekki síst þig.
hvernig vilt þú díla? Og gamla góða sögnin sem úr Lísi í Undralandi, hún æðisleg. Lísa nefnilega kemur að kettinum og segir, hvert á ég að fara? Hún nefnilega á krossgötum og þá spyr auðvitað kötturinn bara, og hvert viltu fara? Hún segir, ég veit ekki, then anyway will do, þá getur þú farið hvert sem er. Við ætlum ekki að vera þar, heldur ætlum að átta okkur á einu. Þessi Sófókles, hann var grískt harmleikjaskáld. Í gamla daga þá voru Grikkir að keppa í svona leikritagerð, vissuð þið það? Þessi Sófókles gerði mjög frægt leikrit sem heitir Antigóna. Og Antigóna var Ödipussadóttir. Margir þekkja Ödipussakennd og eitthvað svona orð. En þetta Antigóna Ödipussadóttir sem verið að semja leikritum og það kór alltaf meira og minna í þessum leikritum og kórinn syngur alltaf og þessi kór söng óður til mannsins og þá til konunar, til okkar allra. Og sagði að mörg eru undur veraldar en ekkert eins magnað á mannlífið. Svo sagði hann ýmislegt annað manninn sem miður gott. Ég ætla ekki að fara að taka það hér upp, en þetta til að minna okkur á. Ef við erum svona mögnuð og við erum það og það kraftaverki, hver dagur sem þú vaknar kraftaverk. Það bara dagurinn þinn. Og við getum gert við þennan dag allt sem við viljum. Svoleiðis að við höfum Sófókles í huga, en líka fleiri. Ég fór að skoða stóíska heimspeki, þú veist maður aldrei, þá hafa maður svona aðeins meiri tíma. Ég tek aldrei verkefni nema ég nenni því. Og ég nenni því oft ekki, þá ég bara að gera eitthvað fyrir mig. Það sagði enginn á dánabeðinu að ég vildi að ég hefði ekki notað svo mikið tíma fyrir mig, skiljið mig. Einn frægasti stóistinn var Epiktetus. Hann fæddist þræll en hann var svo klár og hann var svo ofboðslega mikill kennari að hann fekk frelsi sitt og fluttist til Rómar og hann sagði bara, hamingjan ekki fyrir því, ég að snúi sig við, en hamingjan, hún getur ekki orðið nema þú fattir eitt. Og það yfir sumi getur ráðið, öðru getur ekki ráðið. Og ef þú ert alltaf að reyna að berjast við það sem þú getur ekkert ráðið við, þá ertu dæmdur. Það dæmt til að mistakast allt sem þú gerir þar. Þannig að þú þarft að vinna í því sem að þú getur eitthvað gert í. Og hann sagði líka við þurfum að þjálfa dygðirnar og stóistarnir voru þar. Og ég ætla aðeins að taka annan stóista sem frægasti stóistinn, Marcus Aurelius, sáuði Gladiator myndina. Marcus Aurelius var að deyja í upphafi þeirra myndar. Þetta einn merkasti Rómakeisari og hann merkasti stóistinn. Og hann fæddur 121 eftir Krist. Báðar bækurnar sem ég vitni og þið með fá þessar glærur ef það hægt að deila með þau. Þessar bækur eru til á Amazon. Ég veit ekki hvort það til út í bókabúð hérna í Keflavík eða í Reykjanesbæ, en þessar bækur eru til og ég búin að lesa þessar bækur mjög merkilegar, en samt svona auðmjúkar. Og þarna þessi merkilegi maður að skrifa sér nótur í Meditations. Og hann bara að minna okkur á, að grundvallaratriði, til dæmis það, að þú hefur ekki stjórn á því sem ytra. Taktu völdin, taktu keflið á lífinu þínu og stýrðu því. Það eru tvær undirstöður fyrir lífið sem við verðum átt okkur á í þessu samhengi. Eitt heitir tilgangur, að hvern dag sem við vöknum að við skynjum að við höfum tilgang. Og svo hitt heitir gildi. Með tilganginn, það ofboðslega mikilvægt líka átt að sjá því að hann mismunandi. Tilgangur minn og dóttur minna sem á 4 börn, það allt öðruvísi. Og þá á maður að endurskoða, en maður á að hvíla stöplar. Ég segi 2 fætur, þetta eru stöplarnir mínir, annað tilgangur, hitt gildi. Að ég viti hverju sinni á hverju stend. Ég veit tilgangi minn pottþétt núna, en ég veit líka eftir nokkur ár verður hann breyttur. En ég skoði þetta. Og svo gildin líka. Aðeins sem tilganginn, það ofboðslega merkileg bók sem heitir Leitin að tilgangi lífsins í íslenskri þýðingu. Hverjir hafa lesið þessa bók? Já, nokkrir. Þetta alveg rosalega merkileg bók. Hún eftir mann sem var geðlæknir og hét Viktor Frankl. Og hann sagði bara að það ekki hægt að taka eitt frá manninum og það frelsi hans til að velja það hvernig hann tekur á móti því sem kemur.
Það ekki hvað gerist, heldur hvernig þú tekur á því. Og alla þrautir og allt sem við fáum til að styrkja okkur. Ef við tökum það kefli að styrkja okkur, þá erum við miklu sterkari inn í þessa framtíð sem að býður okkar og sem einkennist af mjög örum breytingum. Frankl var fæddur í Vínarborg árið 1905 og hann lést þar árið 1997, 92 ára ævi, sem merkilegt við hann. Hann upphafsmaður tilgangsmeðferðar og þar kemur tilgangurinn. Hann vildi og hann sagði unga fólki, það verður að hafa tilgang. Við verðum að skynja tilgang með lífinu hverju sinni til þess að geta fundið okkar hamingju og okkar leið. Hann varð síðan fangi í fangabúðum nasista í 3 ár. Þar dó konan sem var barnshafandi, mammas og pabbi og bróðir hans. Þið vitið, þetta var bara töff. Og bókin, hún skrifuð, hún gefin út árið eftir að hann laus úr fangabúðunum og hún þýdd á íslensku 1996. Það tók þennan Frankl 9 daga að skrifa bókina, en hann var auðvitað að skrifa hann í 3 ár í fangabúðunum. Og hann tekur eftir því og segir að í lífi hvers manns hverju sinni einhver tilgangur sem að þú verður að finna fyrir því sjálf. Þetta klassísk bók og hann tekur eftir því og skrifar það að fangar voru ekki að deyja því það vantaði fæðu eða lyf. Þeir dóu þegar slokknaði á augunum. Þegar vonin fór, þá dó fólk. Og ég ætla ekki að segja að bæjarstjórinn okkar hafi verið að lýsa kulnun, en margir inni þekki það, annarkvort á eigin skinni eða annara sem okkur þykir vænt Og vitið, þetta raunverulegt. Og maður verður að passa sig þarna, að passa það að varnarkerfið okkar klikki ekki. Halda sér, slappa af, tíðarhringurinn eða hvaða hring sem ég á hormónum, ég mæli með því fyrir mig, það æði og ég elska lífið, mér finnst lífið dásanlegt, en ég gæti líka verið, hvort viltu vera betri þó þú ferð á annan aldur eða betri? Ég ákvað að vera betri og vitið það, maður getur ákveðið svona og þannig kemur þessi Frankl, hann að benda okkur á að viðhorfi til eigin lífs skiptir svo miklu máli. En maður getur vaknað í þakklæti og lifað í kærleika og það stendur líka í Biblíunni, kærleikurinn mestur og bestur og mikilvægastur. Líka þegar við vinnum með fólki, þegar við vinnum með þeim sem koma annar staðar frá. Alltaf það kærleikurinn, segir hann, og þetta, ég að mæla með þessari bók. Leiðarljós. Hvað það? Já, hafði ekki verið í svona fyrirtækjum. Já, gildin okkar eru kærleikur, samvinna, traust. Bullshit. Ef við setjum okkur leiðarljós í lífinu, þá verðum við að nota þau verða að vera við. Við erum að fara að setja þau og ákveðum að setja þau inn í DNA. Það alls konar leiðarljós í boði, gullna reglan, þið þekki hana, hún í öllum trúarbrögðum. Það sem þú vilt að aðrir geri þér, það skal þú gera þeim. Það þessi jafna virðing og gagnkvæmni og svo líka alls konar góð orð. Ég ætla aðeins að segja persónulega sögu. Fyrir 50 árum hitti ég ungan mann, frekamyndarlegan. Hann var herðabreiður og mittismjór með sítt dökkt hár og permanent. Hann var ógeðslega flottur og hann keypti þessa plötu sem heitir Argus og með hljómsveit sem heitir Wisp og Nass sem bresk. Ég gift honum enn í dag, sko, ég bara láta að vita. 50 ár, þá ekki að leggja þetta á nokkurn mann. Reyndar ekki gift í 50 ár, en 50 ár síðan hitt hann. En all right, hann var svona hipp í handbremsu með gítarriffin, en ég var svona alltaf að hlusta textana, alltaf að tjekka. Og ég misskildi textan í laginu. Og þegar, þið vitið, við vorum ekki með texta fyrir framan okkur, ég heyrði alltaf, the old man who felt the same way, that the world had passed him by, told to be all his troubles, that the world had made him cry. Life had kept him waiting. Skiljið þennan texta, hann bara svo, ég svo spældur, og í mínum huga hann gamall, skiljiði mig. Svo ég saði við þennan verðandi mann minn,
fyrir 50 árum. Þetta er ekki ég. Hann vissi ekki hvað ég var að tala um. Ég lét hann þá hlusta á textan og hann heyrði líka The Old Man, að ég söng þetta fyrir hann. Og ég ákvað þá 3 gildi mín sem ég ætla að hafa í lífinu. 16 ára gömul. Og ég hef haldið þeim. Og fyrsta leiðarljósið er bara jákvæðni og bjartsýni. Og svo hef ég lært helling síðan þá. Þetta er alveg trublað flott leiðarljós. Ég get alltaf nálgast verkefni jákvæð og bjartsýni. Og ef ég er ekki að gera það, þá get ég kippt í sjálfa mig. Þetta er ákvörðun. Og ég hef haldið við ákvörðun og ég haga mig þannig alltaf. Og er ég alltaf bjartsýn? Nei, en ég haga mig svona, þetta er ekki þú. Næsta var hugrekki, ekki að því ég væri hugrekk. Ég var svona frekar mikið písl á þessum árum og frekar svona vandræðilega feimin og allt það. Hugrekk, já, ég er rosalega hugrekk. Og ég minni mig á það þegar mér vantar það. Skiljiði mig? Þannig að leiðarljósin sem ég ætlaði að deila, þau eru raunveruleg. Þá ætlaði ég aðeins að sýna ykkur tilgangur og leiðarljós. Þetta er rammin utan lífið og þá prófa maður svona framtíða sviðsmyndir. Skiljiði mig, hvar vil ég vera eftir ár? Hvar vil ég vera eftir 2 ár? Og svo þegar ég var að stýra Háskólanum í Reykjavík, hvar sjáum við skólan eftir 5 ár? Hvar sjáum við skólan eftir 10 ár? 20 ár? Þannig að þú setur þér tilgang í lífinu og gildi, heldur við það fer inn í DNA-ið, það verður þú. Ég er hugrekk og ég er bjartsýn og það mun alltaf sjást og hverjum degi það örugglega frekar gott að búa með mér. Maðurinn minn segir það nú reyndar, ég bara er þessi típa, en það var bara by choice. Það var ákvörðun. Svo ætla ég aðeins að segja ykkur, dæmi, Háskólinn í Reykjavík. Þá var ég búin að, vera hlusta á Argus og allt þetta og ég fekk þetta hlutverk að verða fyrsti rektor HR. Margir hefði enga trú á þessum skóla og eiginlega flestir voru vantrúaðir á að þetta væri nokkuð. Og þarf einn háskóla. Og ég var náttúrulega bara sára saklaus, var ráðin utan úr heimi. Ég bjó í Bandaríkjunum í mörg ár og var í doktorsnámi þar og bjó svo til fyrirtæki sem ég rak þar. En ég hafði þetta alltaf í huga. The best way to predict the future is to create it. Á íslensku hljómar þetta að við séum að skapana, skaparinn skapar, eins og einhver sagði, bara taka þessa ákvörðun og fylgja henni eftir. Og þá fer maður og skoðar þennan brjálæðislega flotta skóla. Ég kenni við skólan, ég er með nám sem er við skólan og það sem ég geri fyrst, þegar ég tek við keflinu, var að skoða gögn. Maður verður alltaf að vera gagnamiðaður, ekki satt, í nútíma samfélagi, reyna að skoða stöðuna. Og fyrsta sem ég sé á vinnumarkaði á Íslandi voru 13% með háskólapróf. Við vorum Albanía norðursins, afsakið landi sem ég teka, við vorum aftarlega á merinni, mjög aftarlega. 15% bara stuttu seinna og svo núna 30-40%. Þannig að þetta er alltaf breytast, unga fólki okkur hefur náð sér betri menntun og annað líka. Við vorum ekki að mennta í verkfræði til dæmis sem ég hafði ofboðslega trú á að því fyrsta leiðarljós skólans var nýsköpun. Þá verður að kenna tækni og verkfræði. Og það sést ekki þarna vel, en þarna guli stabbinn þarna seinast í Íslandi, hann er verkfræðin og við vorum sko langt eftirbátar, miklir eftirbátar. Þannig að við setjum svona sýn árið 2020, skólinn var stofnaður 98. Að við vildum að Háskólinn í Reykjavík var einn af þessum litlu háskólum í heiminum sem væri alþjóðlega viðurkenndur fyrir framúrskarandi rannsóknir og kennslu. Við erum náttúrulega menntunarrannsóknir eins og allir aðrir skólar en vildum líka efla samkeppnishæfni atvinnulífsins. Leiðarljósin 3 voru valin með því að hlusta á rektora út um allan heim. Hvað er fólk að pæla í dag? Hvers konar umhverfi eigum við að vera undirbúa okkar stúdenta fyrir? Og það var nýsköpun númer 1, tækniþróun, að við varum alltaf að nýta tæknina og kennana og svo alþjóðasamstarf. Og svo er ég búin að nefna framtíðarsýnina. Ég er rosalega stolt af starfsmannastefnu. Við sögðum bara að við viljum að stúdentar og starfsmenn hlakki til að koma í skólan á hverjum degi til að geta lagt sér fram. Heyriði yin og yang. Til að geta lagt sér fram. Þetta var alveg truflaður tími. En ókei, þá er svo gott að spyrja á hvernig gekk svo. Það var ekki mælt árangur háskóla 2020 út af sollu.
þið vitið, það var bara ekki. En Times Higher Education metur og ber saman skóla út allan heim. Og á árinu 2019, en þið munið þetta var HR 2020, sem var sett sem framtíðarsýn 20 árum áður. Og þá vorum við númer 1 í vísindatilvitnunum í heiminum. Í heiminum eru 25.000 háskólar. Og þetta, ég talaði við rektorinn og sagði, akkur vita ekki allir landsmenn þetta? En við erum ekkert að, við erum ekkert að blasta þessu, það verður bara svo mikið, eitthvað svona. Nei, við vorum númer 1. Og ég meina það! Og háskólar í heiminum, 25.000 háskólar í heiminum, af þeim sem eru með 5.000 stúdentar færri vorum við númer 14. Við vorum númer 300 til 350 af öllum háskólum, 25.000. Erum við eitthvað að ræða þetta? Ég veit það, ég ætla ekki að þakka mér það. Ég ætla bara að segja fræðin sem ég nam, ég atferlisfræðingur með doktorspróf í atferlisfræði og áherslu á stjórnun. Fræðin mín sögðu bara öll. Þú verður að vita hvert þú ert að fara og þú verður að taka allan kraftinn þangað. Hafa sterk leiðarljós, hafa sterkan tilgang og sterka sýn hvert þú ert að fara. Og þannig gerast kraftaverk. Ég ætla bara, af því ég sé að tíminn minn að verða búinn, ég ætla aðeins að segja ykkur, ég er með nýtt fyrirtæki, það er alveg truflað. Og heitir Magnavita og við erum 3 sem erum með það og við erum að fjölga spennandi og heilbrigðum æviárum og erum að stíla inn á að þjónusta 3. æviskeiðið. Og við viljum að það verði það besta uppskeruhátíð. Hvaða fólk er á 3. æviskeiði? Þið bráðum ef þið ekki þegar komið þangað. Skiljiði mig? Já. Og það merkilegasta, ég er svona þannig menntuð og þengjandi að ég laðist í rannsóknir og það sem ég sé, því ég er að undirbúa Magnavita, það er að það er rosalegu munur á health span og life span. Þekkið þessi hugtök. Ég fór til Braga, Valdimars og baði að reyna að finna íslensku heitin fyrir þetta, bara svona ævilengd annars vegar og heilbrigð ævi hins vegar. Hvað halda þessi munurinn á ævilengd og heilbrigðir ævi svona meðaltali hjá þjóðum? Við vorum að tala áðan, við erum svona 85 ára. 8 ár, já, það er til að einhver önnur til að 15 miklu nær. Já, það er bara svoleiðis. Hugsið ykkur, svo vinnur, fer svo eftirlaun og allar, aldrei að njóta sín. Það er bara heilsubrestur. Og við vitum þetta, og mikið af þessu er lífstílstengt. Sykur er eitur. Ég get sagt að þó læknirinn vil ég ekki kannski segja þetta uppátt, ég veit ekkert það. Sykur er eitur. Hormónar eru góðir. Það eru alls konar svona sem við erum að svefn er góður. Það er rosalega gott að vera jákvæður, gott að eiga góða vini. Það er fullt af þáttir sem við vitum. Bandaríkjamenn er að reyna að taka þetta frá 66 árum, heilsuárin upp í 68. Ég hef svolítið fordæmi, ég hugsa, kanar þið bara borða vondan mat og eitthvað. Svo ég fór til Bretlands, það verra þar. 19 ár, elskurnar, sem að konur verja í óheilbrigðum, þegar hreistin er búin, eða þar að segja, þar sem að healthy life expectancy er 64 ár. Þannig að ef þú ert 64 ára þá ertu svona svolítið að meðaltali búin. Þetta er 19 ár í Bretlandi og þetta er allt opinberar skýrslur. Svo þetta á ekki að vera svona! Já, og við viljum að 3. æviskeiði á að vera besti tími ever. Og hann á að vera svolítið meira á okkar forsendum. Ef ég nenni ekki ekkur í þá segi ég nei. Og ég þarf aldrei að afsaka það, skiljiði mig. Og þið fá alveg leyfi til þess hér og nú að lifa á ykkar forsendum. Að finna leiðina í lífinu sem að gera ykkur hraustari og hamingjusamari. Og að lífið sé svolítið spennandi. Þetta er hópurinn okkar sem er að kenna og við kennum í HR. Og hér líkur þessu, nema ég er náttúrulega líka með, þetta er pensumið, við kennum sérst í HR, 1 árs nám, kennt 1 dag í viku. Þetta er geðveikt. Ragnar, hvar ertu, frænka mín? Ásdís Ragnar, já, hvar ertu? Já.
kennt 1 dag í viku, þetta pensúmið, tilgangur lífsins, fjölga heilbrigðum árum og það sem við viljum fá út úr þessu að fólk eigi meira af spennandi og heilbrigðum æviárum. En það of langt mál að fara í þetta, en ég skildi ykkur líka við heimaverkefni eins og Hilma, þeir eru búin að gera hennar, það ofsalega gott að spegla, þú veist, ef þú ert bara 40 eitthvað, þá náttúrulega getur þú kannski ekki spegla alla þessa tugi, og svo líka, hver tilgang lífsins? Hver gildin þín? Hvar sérðu eftir 10 ár? Hvar ert þú 7. október 2033? Og nú ég búin. Algjörlega geggjað. Takk Guðfinna mín, innilega fyrir. Þetta búið að vera geggjað dagur. Við eigum síðustu og ekki sístu konun okkar eftir, hana Sólborgu Guðbrandsdóttur. Sólborg okkar rithöfundur, náttúrulega úr Keflavík. Tónlistarkona og brautryðjandi í mannréttindamálum. Þannig að við ætlum að ljúka þessum geggjaða degi á erindi frá Sólborgu og svo förum við on a party bus, eins og einhver sagði einhvers tíma. Það slökkt á mér það ekki eða hvað? Hvað segið þið? Heyrið í mér? Já. Við erum alltaf svo tæknivæddar. Vá hvað það góð orka með ykkur. Í alveg, hvar skrái ég mig í FKA? Er það ekki eitthvað sem maður þarf að gera eftir þetta? Ég er búin að, Hilma var að tala hvað segið þið? Andrea, já, flott. Hilma talaði það áðan með hvað maður er alltaf tilbúin með svarið í haustum sínum. Ég held ég sé búin að semja fyrirlesturum minn, meðan þið hinnar voru að flytja ykkar reyndi, svona 10 sinnum og gat ekki hægt að hugsa og ég er alltaf að stoppa hausinn á mér af og þetta kemur svo mikið í veg fyrir að maður ná einhvern veginn að vera bara í mómentinu, meðtaka allt sem er verið að segja, af því ég er bara 500 öðrum stöðum. Ég er búin að hugsa hvað ég að fá mér í kvöldmatinn, ég var að gera þetta heima, lalala, þekkjum þetta allar, við erum búin að plana líf okkar á 10 mínútum og líf annara og alls konar svona. Þannig að já, ég man ekkert hvað ég ætlaði að gera en það er líka bara allt í lagi. Ég lærði það okkur tímabili að ég þyrfti ekki alltaf að skrifa ræðuna, flytja fyrirlesturinn, fyrirlestur, Stundum mætti maður bara tala og maður þyrfti ekki að vera fullkominn, Þegar kannski kannist við þetta. En já, ég var ekki þegar ég var yngri, þegar bekkjarsystkini mín var að tala að þeim langaði að vera læknar og lögfræðingar, þá langaði mig ekki að berjast gegn kynferðisofbeldi. Þetta var kannski ekki svoleiðis. Eins og kannski svo margt annað í lífi kvenna að þá fáum við stundum bara verkefni upp í hendurnar. Það er alls konar sem gerist í samfélaginu, hver á að leysa það? Jú, einhver kona, Þetta er svolítið svoleiðis. Ég var hvað var ég, 16 ára, 17 ára, örugglega yngri, allavega þegar ég byrjaði að fá send til mín alls konar óviðeigandi skilaboð á samfélagsmiðlum. Og við þekkjum þetta bara, að hætta að vera stelpur og vera unglingar mjög fljótt og oft miklu fyrr heldur en að við varum til í, Þetta er svolítið svona, við erum alltaf að tala að vernda börnin í samfélaginu, en hvað er verið að vernda ungar stelpur í samfélaginu, kannski ekki mikið þegar kemur að því, En ég fekk svolítið mikið af óviðeigandi skilaboðum send til mín á samfélagsmiðlum og ég var eiginlega bara komin upp í kok af því. Mér var svolítið sagt bara svona væri þetta. Svona bara að vera á samfélagsmiðlum, hættu þessu væli, hefurðu heyrt blokktakkan, haltu áfram með daginn. Og ég var ekki eina sem var að fá þessi skilaboð send til mín, þetta var viðloðandi að þegar konur var að segja frá ofbeldi, þá voru þær bara að væla aðeins svo mikið. Aðeins duglegri bara að halda kjafti. Svolítið svoleiðis. Þannig að ég fékk nóg og ég ákvað að byrja með Instagram sem heitir Fávitar. Þetta var stofnað út frá sambærilegu Instagrami í Svíþjóð sem heitir Assholes Online. Þannig að það var ekkert mikil hugmyndavinna sem fór í þetta nafn. Ég hef reynda að fengi alls konar gagnrýni fyrir þetta nafn í gegnum seinustu ár en það er svo sem allt í lagi. Maður kemst ekki gegnum lífið án gagnrýni og hún er auðvitað maður á að taka mismikið mark á gagnrýni, sum gagnrýni góð, annað maður bara inn eitt og út hitt og það svona svolítið kannski lærist með árunum að vera meira drullu sama hvað fólki einhvern veginn finnst. En ég byrjaði með þetta Instagram og byrjaði að birta þarna inn á skjáskot af þessum samskiptum þar sem strákar og menn voru að senda mér óumbeinar tippamyndir, alls konar óviðeigandi og óumbeinar kynferðislýsingar, boðum að fá að kaupa hjá manni kynlíf, alls konar hótanir, drusluskömm,
við því miður þekkjum þetta margar og kannski flestar. Og ég hef sko í dag, ég hef talað við krakkanir í 11-12 ára og 11-12 ára stelpur þekkja þetta sem ég að tala við þær. Og mér finnst það ótrúlega sorglegt að þegar að labba inn krakkar sem eiga sko 1-2 ára eftir í ferminguna sína, að ég þurfa að fara að ræða við þau kynferðislega áreitni á netinu. Þú veist, ég væri til í að sleppa þessu en því miður staðan svolítið svona í samfélaginu okkar. Við búum við alls konar vondan veruleika og þú veist, hvað ætlum við að gera? Við reynum að þú veist, við verðum að svara því ákveðlega, ekki bara loka augunum að því okkur finnst eitthvað vandræðalegt og óþægilegt. En ég byrjaði að birta þessi screenshots, fólk fór síðan smám saman að senda mér sín screenshots af þessum samskiptum og það kom bara einhvern veginn svolítið hérna upp á yfirborðið að það voru bara ótrúlega margir sem voru að lenda í þessu. Það voru rosa mikið af alls konar óviðeigandi skilaboðum í gangi á samfélagsmiðlum og fólk fór síðan að deila með mér líka sögum af kynferðisofbeldi í þeirra daglega lífi, sem sagt ekki það sem var að gerast bara stafrænt. Þannig að ég fór að segja líka frá sögum þessa fólks, fór að nýta þetta svolítið sem plattform fyrir fólk til að geta sagt frá því sem kom fyrir það nafnlaust. Og ég veit ekki hversu oft ég ætlaði að hætta með þessa síðu. Mér fannst þetta ógeðslega erfitt. Ég á mynda mér bara á Snapchat sem ég sendi á fjölskylduna mína og bestu vini mína 25. desember, þá gafst ég upp. Gat ekki meira þegar ég var búin að gefa út fyrstu bókina mína þannig í miðunni, ég ætla að segja ykkur betur frá þetta smá. Ég á mynda mér þar sem ég sko hágrátandi að því það bara að ná einhvern veginn að logga mig út af þessu Instagrami var bara svona, þú veist. Og maður gleymir í stundum, þú veist, þegar maður lítur tilbaka, því ég hef reynt seinustu árin að gera þetta svolítið eins svona uppbyggjandi, þú veist, ógeðslega leiðilegt að tala kynferðisofbeldi og bara reynt að tala þetta svolítið jákvætt og svona, því þannig maður fær fólk með sér í lið þannig og maður ekki aðeins of hvass, sko. Maður þarf að vera smá fyndin og skemmtilegu líka, ekki alltaf að tuða, þú veist, þá hlusta fólk frekar, en þú veist, þetta var ótrúlega erfitt og þú veist, það ótrúlega erfitt að tala kynferðisofbeldi og auðvitað verða fyrir kynferðisofbeldi, við værum til í að sleppa þessu, þú veist. En því miður þá staðan ekkert endilega svoleiðis, þannig að ég ætlaði svo ofta að hætta og þetta var mjög krefjandi tímabil lífs míns. En ég ákvað, fyrst að ég ekki alveg að fá nógu mikið viðbrögð, það ekki eitthvað sem bankar upp á hjá mér og segir bara, herri, ég skal sjá þetta, ég skal laga þetta fyrir þig og fyrir ykkur. Að þá fór ég að hugsa, hvað get ég gert? Og á þessum tíma var ég farin að fá svolítið af fyrirspurnum að koma og flytja fyrirlestra fyrir unglinga í félagsmiðstöðvum og grunn- og framhaldsskólum og svo voru unglingar að senda mér fullt af spurningum. Ég fór bara að fá allt í einu fullt af spurningum. Ef ég svaraði einhverju einu í story, þá fóru krakkar alveg niður í 11-12 ára að senda mér spurningar. Og afraksturinn var einmitt þessi bók sem ég rétt þarna myndist á í miðjunni sem heitir Fávitar. Hafið verið að fylgjast aðeins með orðræðinni núna varandi hinseginleika og hinseginfræðslu og kynfræðslu í skólakerfinu? Já, ég var sem sagt seinustu viku kölluð barnanýðingur fyrir að gefa út þessa bók. Þú veist, þið sjáu hvar staðan stundum í umræðinu og í samfélaginu. Miðjubókin sem sagt samantekt af bara algengustu spurningum sem ég fengi frá börnum og úlingum, alveg niður í 11 ára. Og ég tók allar þessar spurningar saman að því ég var að fá þær aftur og aftur og aftur og aftur inn á samfélagsmiðlum og fyrirlestrum og ég ákvað að setja þær bara í eina bók. Að því guð minn góður hvað þetta hefði sparað manni margar erfiðar tilfinningar og upplifanir, þú veist, ef maður hefði fengið þetta samtal þegar maður var sjálfur 12-13 ára. Mér finnst umræðan svolítið í samfélaginu vera, við erum að kasta þessu á ung börn, þú veist, við erum að taka sakleysið þeirra frá þeim með því að veita þeim kynfræðslu, en ef barn kemur til mín að fyrrabragði og spyr mig út í þessa hluti, á ég þá að loka augunum. Þú veist, hvað eigum við að gera? Hver eru rétt viðbrögð í þessum málum? Og mér finnst umræðan seinustu vikur endurspegla rosa mikið að fullorðið fólk hefur ekki hugmynd það hvar börn og unglingar eru staddir, hvað þessi málefni varðar. Við höfum alla verið þarna að pæla í þessum hlutum og margar því miður búum við þeirri reynslu að það var bara slegið á handabaki á manni, sussað á mann, maður spyr ekki svona, ekki tala þetta. Þú veist, þannig að við lærum frá því að við erum 11-12 ára, 13-14, þegar að byrja að kynngera okkur og hlutgera og drusluskamma í samfélaginu, þá lærum við líka, við ætlum að taka völdin í eigin hendur, nei, við megum það ekki heldur. Þú veist, þannig að við erum einhvern veginn aldrei að gera neitt almennilega rétt í þessu. Þú veist, þannig, og þetta erfist kynslóð eftir kynslóð, þessi skömm gagnvart þessa hluti og þessi málefni sem ótrúlega sorglegt af því að við erum í raun og veru bara að tala líkamann okkar og tengingu við okkur sjálfa við annað fólk og fjölbreytileika. Þú veist, ég sé ekki hvernig þetta getur verið slæmt. Þú veist, við þurfum að reyna að hjálpa börnum, þú veist, við erum svo mikið að segja hvað þau eiga ekki að gera, en þá standa þau eftir upp á öxlum og segja, getið þið hjálpað mér að gera þetta vel? Nei, þá gera þau bara eitthvað. Og þá eru þau stundum því miður að beita hvert annað ofbeldi án þess að oft átta sig á því. Af því þau fá alls konar skaðleg skilaboð annars staðar á samfélaginu, frá vinum sínum og vinkonum, þú veist, jafnöldrum, frá klámi, frá rómantískum gamanmyndum, þar sem til dæmis suð eitthvað sem maður á að vinna með.
Þannig já, ég gaf út þessa bók og henni gekk rosa vel og hinnar 2 bækurnar, þetta nafnlausar spurningar í miðjunni, bók númer 2 samskipti, svona almennt séð samskipti í kynlífi og í nánum samböndum og ég svolítið svona leiðrétta mýtur úr klámi í þessari bók og 3. bókin hinseginleika og ég gaf hana út í fyrra eftir ótrúlega mikið bakslag í baráttunni sem við fengið að sjá alveg mjög greinilega seinustu vikur og mánuði. Það alveg ótrúlegt hvað við komin stutt þegar við ótrúlega mikið á heimsvettvangi að hamba okkur fyrir að vera alveg með þetta á hreinu. Það bara því miður ekki staðan. Langar að sýna ykkur aðeins brot af spurningunum sem ég að fá. Þetta spurningabox sem ég var með inn á Instagram. Sjá hvað þetta fallegt ef við lesið þetta eins. Þú veist, hvernig kaupi ég smokka án þess að ykkur fatti? Og þannig kannski bara ykkur 13 ára raunverulega burðast með þetta og þorir ekki að spyrja ykkur fullorðin. Ekki betra að við höfum einhvern stað til að þau geti leitað til. Mér svo margt mjög fallegt. Hvar á maður að henda smokki eftir kynlíf? Þetta svo fallegt. Mér finnst það svo dýrmætt og mér fannst svo dýrmætt á þessu tímabili að þau skildu treysta mér af því þau sendu mér, ég sá nöfnin á þeim sem að sendu, en þau treystuðu bara ég geti svarað þeim án þess að vera að dæma. Og þú veist, í raun og veru allar spurningar sem ég fekk frá unglingum á þessum tíma var bara þau einhvern veginn í samanburði við jafnaldra sína að velta því fyrir sér hvort það væri eðlilegt að þau væri eins og þau væru. Og hver eru við að segja nei? Þú mátt ekki hugsa svona, þetta óeðlilegt, bla bla bla. Þegar við þekkjum líka sjálf sem fullorðið fólk að hafa verið þarna sjálf. Þú veist, en maður er víst barnanýðingur ef maður aðstofar börn með að svara þessu. Við erum alveg komið þangað, sko. Þetta kannski svolítið það sem við konur þurfum að díla við í samfélaginu og við erum í raun og veru, það búið að koma inn á þetta að einhverju leyti eða í flestum erindunum í dag, þú veist, við eigum að vera alls konar, við eigum að gera rosa mikið, þú veist, en við erum oftast ekki að gera nógu mikið, en svo þegar okkur finnst að vera að gera nógu mikið þá það of mikið, þú veist, við lærum alls konar, konur þurfa bara duglegar að gera alls konar, konur sko, þegar ég seti til dæmis á fundi með ráðherra eða þingmönnum og svoleiðis, þá hef ég fengið að heyra bara að ég sé svo rosalega dugleg að koma inn og funda með okkur og láta í þér heyra. Og svo hef ég fengið líka að heyra þegar ég bara að tala á samfélagsmiðlum og berjast fyrir einhverju, þá fæ ég en af hverju ertu ekki að berjast fyrir kalla líka? Af hverju ertu ekki líka að tala þetta og þetta og þetta? Bara af hverju gerur það ekki sjálfur? Þú veist, nei, no joke. Við erum svo mikið að gagnrýna konur og við gerum þetta, við lærum líka að gera þetta sjálfar, þú veist. Þú veist, við erum of frekar, við erum of athyglisjúkar, við erum of háværar, þú veist. Svo erum við líka stundum að halda kjafti að því við erum of háværar, þú veist, skiljið. Þetta einhvern veginn, maður veit eiginlega aldrei hvort maður er að gera eitthvað rétt, bæði gagnvart sjálfum sér eða samfélaginu. Það er alltaf verið að setja okkur í eitthvað box og ég finn þetta rosa mikið bara þegar ég er að tala við unglinga að munurinn á strákum og stelpum og ég veit ég er að tala rosa mikið innan kynjatvíhyggjunnar hérna en munurinn á strákum og stelpum er gigantískur þegar ég er að tala við unglinga. Ég þarf ofta að sussa strákana sem að læra þeir eiga að vera með vesen, þeir eiga að vera með læti, láti sér heyra. Stelpurnar þóra varla rétt upp hendi til að, sorry, má ég aðeins fyrirgefa, má ég spyrja, er í lagi að spyrja, þú veist, og ég fæ valla þetta. Það er eiginlega bara að halda sér til hliðs út að þær vil ekki vera, þú veist, fá þess að stimpla á sig. Þannig að við erum alveg að kenna mjög ungum stelpum, þú veist, þessa hegðun og þetta einmitt. Það er erfitt að aflæra þetta. Það er kannski svona, já, eitthvað verkefni sem við þurfum að koma okkur smá saman í gegnum alla ævi. Ég veit ekki alveg hvað við erum að gera. Þetta er mynd sem var í bókinni sem ég gaf þetta í fyrra. Og, þú veist, ég ræði þetta stundum við mömmu að mamma er 62 ára. Og þú veist, við erum alveg að sé ykkur á kynslóðinni sko, en hún segir stundum við mig, stundum alveg brjálast, hún nennir ekki að vera að skipta sér af þessu, hún nennir ekki að posta á Facebook eða blanda sér inn í umræðurnar og svona, en hún talar við mig og hún segir, vitið hvað djöfullinn kemur fólkið að við hvernig kynfæri ykkur er með, eða hvernig kynlíf ykkur stundar, hverjum djöfulli kemur það við, alltaf þetta, og hún var alveg brjáluð við mig sko, og mér finnst það svolítið vera bara þetta, þú skiptir ekki bara mestu máli að maður þrífi sig vel. Þú veist, er þetta ekki bara svolítið svoleiðis? Ég var með fleiri myndir í þessari bók hjá mér, það var líka bara, þú veist, hvernig kemur þetta mér við? Hef ég rétt á því að spyrja? Þú veist, við erum að tala um kynlíf annarra, við erum að tala um kynfæri annars fólks og í bókinni er mynd af manni í matvöruverslun að labba upp á öðrum og segir, þú veist, ég veit við þekkjumst ekkert, en hvernig kynfæri ertu með? Þú veist, við þurfum aðeins að vita líka hver okkar staður er í þessu svona.
Og þú veist, ég hef fengið í gegnum seinustu ára að heyra rosa mikið fullt af fólki sem bara svona, vá, ég vissi ekki að staðan væri svona. Þú veist, ég vissi ekki að vera svona mikið ofbeldi. En það líka svolítið okkar sem oft forréttinda fólks að þú veist, fyrir mig til dæmis, þú veist, það getur komið mér ofta óvart hvað er mikið rasismi í samfélaginu og það getur komið mér á óvart hvað er mikið af fötlunarfordómum í samfélaginu og hinsegin fordómum, þú veist, sem hvít, ófötluð, sís kona. En þegar ég heyri einhvern annan koma upp á yfirborðið, þegar ég veit að því, hvað ætla ég að gera í því? Þú veist, þetta er ekki eins og með bara ofbeldi gegn konum. Er það alltaf bara konur sem eiga að þurfa að díla við það? Þú veist, er rasismi bara eitthvað sem að lita fólk á að þurfa að díla við? Er þetta ekki allt bara einhvern veginn samfélagslegt vandamál sem við þurfum svolítið öll að taka slaginn? Að ég heyri svo oft eins og með kommentakerfi núna seinustu vikur, ekki svara þessu, ekki vera að gefa þeim orku. En veitir það, mér finnst engin munur á einhverjum sigga í kommentakerfinu eða einhverjum alþingismanni sem er komin inn á þing, sem er svipaðar skoðanir, þú veist, hvenær eigum við að grípa inn í, fattu þið? Þú veist, sá sem er í kommentakerfinu, hann getur líka komið sér inn á þing, sko. Þú veist, þannig að við þurfum einhvers staðar, ok, hverju eigum við að svara, hvenær eigum við að stíga inn í þeirra ofbeldi? Og ég veit að ég er ekki heldur núna, ég veit hvað ég er að segja, en ég er samt að segja við konur, stelpur, þið þurfum bara duglegir að stíga inn í, ég veit ekki hvað maður gera við þessa kalla. Þú veist, ég veit ekki hvað ég flytt marga fyrirlestra, þar sem að foreldrafyrirlestra, þar sem að koma bara konur, bara mömmunar, einhvern veginn. Þú veist, og ég fekk ekkert að heyra líka fyrirlestri af svona, hvað eigum við að gera í þessu, hvað eigum við að gera? Bara heyra í mömmu þessa stráks og hún þarf að stíga inn í, bara af hverju mamman alltaf þurfa að díla við hegðunina hjá köllunum. Þú veist, það er alltaf einhver mamma sem á að koma að leysa vandamáli, alltaf einhver kona sem á að koma að leysa vandamáli. Ég er ekki með lausnina. Þú veist, en eitthvað þarf að gerast. Ég er orðin svolítið þreytt á því að það sé alltaf einhver kona sem þarf að koma og sópa upp skítinn, sko. Já, nei, no joke, þetta er bara... En svo er það máli, ef það kemur ekki einhver kona að þrífa upp skítinn, hver gerir það þá? Þú veist, það er svolítið það sem við erum að díla við. Og ég held þetta sé bara það, þú veist, við verðum sem samfélag, ekki bara ég og hin konan eða þessi kona eitthvað, samfélagi þarf einhvern veginn bara svolítið að hjálpast að við þetta. Við erum að hlusta á unga fólkið. Þú veist, ég veit ekki hvað ungt fólk er búið að biðja meiri kynfræðslu í langan tíma. Samt kemur eitthvað fullorðið lið og sussar. Þú veist, við erum stopp af því að það er fullorðið fólk í ráðuneytunum. Pælið að vera úlinga bara í ráðuneytunum. Ég held að það væri miklu betra, sko. Já, ég held að það sé kannski svona mestu skilaboðin mín í dag, þú veist, að við reynum svolítið að hlusta á ungt fólk og réttum kannski bara einhverjum köllum sópinn. Er það ekki næsta skref? Takk fyrir mig. Ef það er eitthvað spurningar, það er ekki mjög. Við erum tíma fyrir nokkrar spurningar ef að þið eru að brenninni með eitthvað til Sólborgar. Ég held að sé allir bara þrá hvítunni fram. Er það ekki? Ég skil það mjög vel, ekki bara skál. Ég held að. Takk fyrir. Kæra. Mér langar að minna ykkur bara rétt í lokið ári í slíti þessu að láta Þuru vita með laugardaginn, hún er búin að innbra því og svo langar mig að þakka ykkur, kæru konur, mér langar að þakka styrktaraðalunum okkar. Ég vil fá fyrirlesarinn okkar upp og ég vil fá stjórn FK Suðurnes ásamt henni Helgu okkar sem er búin að vera tengilegur FKA inn í stjórnina sem var að plana þetta allt saman. Það er eins gott að skemmta ykkur vel, annars vil ég ekki heyra það. En ég vil fá myndatöku af fyrirlesarunum og stjórn og ber ykkur kæra þakki fyrir að koma. Dagurinn er ekki búinn, það er nóg eftir. Já, fýtaði mér verður Já, herru, við ætlum að þakka styrktaraðalana aftur og spreyið sem er í pókanum er fyrir glerugun. Hún Jóna er með glerunabúð við Marriott Hotel. Hún er að gefa þetta í pókanum. Já, eru allir búin að fá gjafapókar? Þau eru hérna niðri sem komur seint. Það er ein hópmynd inn í sal en Gefa þeim smá tíma til að... já, 2 sekúndur í hvítvinnið en annars bara slít ég ráðstefnunni formlega, landsbyggðarráðstefnu Suðurnesja, fyrstu. Kærar þakkir.